Þessi þáttur í boði Pop Smell frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venlu súkkulaði eða peiparduftið. Peiparduftið svona uppáhaldið mitt. Þáttur líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma að næst að horfa á góða mynd, kaupa Pop Smell og Doritos. Ég bara svo spenntur að fá að því nú erum við 2 stelpur í svona þætti. Já. Ég gert nokkar svona áskona þætti. Aldrei 2 stelpur. Af því að þú ert kallrembu svín. Nei. Það ekki það að konuna vil ekki koma. Það hefur bara ekki verið boðið. Það ekki það. Ég þekki bara fleiri strákar sem eru svona miklu nördar og nennar pæla svona dóti. En áður við byrjum, þá ætla ég að spyrja þér það. Vissið þú að hún leik í Overage-mynd, hún Kitta? Já. Þetta besta vinkona mín. Hvað heitir myndin? Justice League. Ok, en var hún í báðum útgáfum eða bara seinni? Hún ekki búin að sjá seinni. Nei. Þetta besta vinkona mín, svo þykist hún sjá... Hún var ekki seinni, þannig akkurat ég að horfa á hana. Jú, ég var í seinni. Djöðlin. það er þessi 4 tíma sem kom út daginn. Já. Kitta náttúrulega veit svo ekki hvað leikara heita henni eitt. Þannig að þegar umræðan var í gangi að þú veist, þeir væri að fara að koma til Djúpavíkur og hún var að fara að leika sér mynd. Að þá segir hann við mig, við erum í bíó og hún hallar sér að mér og segir við mig, ég glemt að segja þér, Walter Matthau verður í bíómyndinni. Og ég bara, Walter Matthau? Og ég bara, nei. Hann dáin. Ég bara, ertu ekki að tala um Willem Dafoe? Hvernig vissur það? Ég veit það ekki, ég veit ekki okkur ég vissi það. Hún sagði, jú, hann. Og ég bara eitthvað, já, Walter Matthau, það var ógeðslegt að Walter Matthau var að koma, hann dáinn fyrir löngu síðan. Ég held alveg 15 ára síðan. Já, og svo kom eftir smástund, hver aftur Walter Matthau? Ég bara... Já, þú vissi ekki eins og hver það var. Ég veit það alveg núna, ég veit það, en þú veist, þetta hefur alveg oft gerst og hún veit alltaf hvernig ég er að rugglast á. Þú veist, það er bara, ef ég segi eitthvað nafn, hún er ekki að meina hennar og ég er bara, jú. Þú veist, hún veit alveg hvaða, ég skil ekki hvernig. Nei, ég veit ekki hvernig ég náði Walter Matthau. Þú veist, Willem Dafoe, ég bara... En þú ert ekkit hardcore kvikmyndarnörd? Bara alls ekki, sko. Þú veist, Nei, ég ætla ekki að ljúga henni. En hvernig vissur það þetta? Ég veit ekki. Ég veit það ekki. Hún veit þetta bara mjög oft, þegar ég er að rugglast á fólki og þá veit hún hvernig ég er að meina. Ég veit ekki svona hvort ég að segja þessa sögn, ég ætla að láta vaða. Hún líka einu sinni í bíó, þá allt í einhver auglýsing okkur annari mynd á undan. Þá segir hún, og það er eitthvað svona, kemur eitthvað svona atriði og hún er leið, veit ekki okkur, Morgan Freeman leikur alltaf vondukalla. Ég bara, þetta er Samuel L. Jackson, Kitta. Af hverju var ég að bjóða Kitta aftur? Ég veit það ekki. Hún veit samt miklu meira bíómyndir en ég. Er það? Já. Ég bara á það til að rugglast á nöfnum. Það er bara svo mikið aukaatriði. Þetta er bara... Nöfnin er það aukaatriði? Já. Finnst það bara almennt? Nei, ég er bara að reyna að réttlæta þetta, en ég horfi á mikið af myndum, en ég á það til að rugglast á nöfnum eins og þessu. Hún talast um þig sem Halldór þegar hún talar um þig. Nei. Ég var líka bara, ég var svona pínu móðgæður. En það væri að spyrja þig, án við byrjum í keppninni. Hvernig var þín upplifun að vera í Justice League? Það var bara mjög skemmtilegt, en mér fannst það skemmtilegt. Það var ekki öllum sem fannst það gaman. Þetta er rosa mikið bið og rosa mikið að taka sama aftur og aftur frá 100 sjónarhornum. En þetta var mjög upplýsandi. Það var alls konar sem maður læriði. En þú sér síðan sjálfa þig í myndinni. Fæstu smá svona kick, svona, yes, það er ekki ekki. Nei, ég fekk bara kjánarhald, sko. Já, þú sérst með horror sjálfa þig. Mér fannst það gegga eins og mér fannst það... Já, þér fannst það gegga. Takk hana. Takk það líka. Og það er bara, já, þú veist, það er mjög áhugavert líka að, þú veist, eins og Ben Affleck, hann er alltaf stórstjarna í þessu, og hann leikur sig, þú veist, hann leikur aldrei Batman nema þú sjáir andlitið á honum. Þannig að ef það er baksvipurinn á honum, þá er það annar gaur. Það fannst mér alveg frekar svona leiðilegt að komast að. Af því að þú veist, alltaf þú horfir aftan á hann í myndinni, þá er þetta annar gaur. Þú varst líka fyrir smá vonbröð með Jason Momoa. Smálega vera heiðarlega með það. Já. Hvernig hans persónleiki er það? Já.
Að því ég var búin að vera... Asni? Ég var eiginlega bara, nei, hann er ekkert asni, en hann er bara ekkert spennandi. Hann er ekkert spennandi? Nei, ég var mjög spennt fyrir að sjá hann. Og Að því hann er myndalur? Hann bara, mér fannst hann rosalega sexy, eins og í Game of Thrones og svona. Já, þér fannst hann? Já. Þér finnst hann ekki? Sér það. Mikil áhrif á hana. Mikil áhrif. Magga var alveg, manninu mín var hætt að standa á sama. Hann bara svona, heyrðu, vilt þú ekki fara að róa þig? Ég var alltaf að spyrja hvenær Jason Momoa kæmi. Ég var alveg saman Ben. Og ég var alltaf, hvenær kemur hann að Aquaman? Allir bara, þú veist, og Maggi var bara, nú skal þú fara að róa þig. Ég var alveg bara, hann er giftur. Já, þú veist, þetta var alveg bara, ég var mjög spennt. Svo bara kemur hann, þá er hann bara svona, hann er bara svona eins og hann hafi staðnað í þroska, hann fættur 79, þú veist, hann er alveg fullorðinn og hann lét svona eins og hann væri bara, þú veist, 15 ára brettastrákur, sko. Er það? Og svo var hann alltaf í brjálæðslega góðu formi, þarna, og hann var lengur. Er hann ekki lengur? Ég veit ekki. Hann þurfti að pumpa, hann var að pumpa sér nokkur sinnum á dag fyrir sinnina, sko. Já. Og það var alveg gaman að horfa á það. En svo var hann alltaf, sko, það er einhvern veginn rosa mikið törn á fyrir mig þegar að menn eru svona eins og hann, uppfyllur að sjálfur sér og hann var alltaf, við erum að tala um þetta var í október, norður á Ströndum og hann var alltaf bera ofan. Fólk var bara í 66 gráður norður úlpum og hann bera ofan. Sem ég hefði að halda að væri bara svona, sitt hann að bera ofan allan tímann. Já, en ef ég liti út eins og hann, ég myndi aldrei ból. Nei, hann er náttúrulega bara þú væri samt svolítið dick. Já, ég myndi gera það. Já, þetta er svolítið svona, þetta er turn off. Já, þetta er svolítið turn off og hann var alltaf einhvern veginn, þú veist, hann var alltaf bera ofan og það var alveg, eitt kvöldi þá var eitthvað rosa djam og þá reif hann allavega hínagauran úr ofan. Allavega, nei, ekki gera þetta. Hann tók bara fyrsta gaurinn og bólinn og bara og reif hann úr og þá voru allir að dansa og allir bera ofan. Hann var svo eini sem að eiginlega hafið efnaði að vera ofan. Hinn voru ekki eins flottir? Nei, voru svona, þú veist, hvítir Íslendingar og eitthvað. Nei, Ben var ekki þannig. Fór Maggi þinn úr? Nei. En þá er það samt líka að spyrja, því þú varst fyrir vonbrigði með hans persónu, eða persónuleika. En bara útlitslega er hann flottur? Já. Er þetta myndalugur? Já, mjög. Ok. Hann er mjög myndalegur, en hann veit það. Og það Ég hef ekki hitt hann. Nei, hann bara... Nei, hefur aldrei séð hann? Jú, en það er samt ekki alltaf að marka það. Sér hann alltaf bara sem Aquaman. En hann er alveg myndalegur og hann lítur út fyrir. Já, er það? Já. Ok. Og það er líka það, því að hann veit það, og þú veist, hann var að taka svona scenario, sko, Guinness var að styrkja hann, eða svona sponsan. Þannig að hann var alltaf með Guinness bjór, bara svona frá sjó og einhver Guinness húu. Og svo þegar hann var búið með einhverja senu, þá reif hann sig úr á ofan og sturtaði yfir þessi Guinness bjór. Og allt krúið var bara eitthvað, og ég var alveg bara svona, við Íslendingarnir vorum bara eitthvað svona í alvöru. En nú ertu að segja frá þessu opinberlega. Já. Máttu það? Er þetta eitthvað svona, getur langt í við? Þannig kemur að ég hátti þessum að tala um. Ég held að, ég skrifa undir, ég má ekki segja frá því sem að var að gerast í myndinni eða senunum eða eitthvað svona, en þú veist, þetta er ekkert eitthvað svakalegt. Ég held að viti þá flestir að maðurinn er... Alltaf bera ofan? Nei, hann er bara... Sponsoraður Guinness. Hann er sponsoraður Guinness, það sést á Instagraminans. Þetta er einhverjum fréttir? Nei. Ef að þér hefur verið búið að vera með í þessari mynd, það hefur sagt já? Var ég ekki ólétt þarna? Jú. Ok, gefum okkur það var ekki ólétt. Já, ég hefði farið. Bara Djúpavík. Þú hefði kannski verið að heimsækja hana og á sama tíma er að taka upp þessu mynd, Justice League. Já, því ég vissi ekki fyrir að vera að taka upp. Jú, ég hefði alltaf sagt já. Ég er að setja upp eitthvað dæmi. Já, ok. Og allir, en þú, vilt þú líka vera með? Já, ok. Já, þú hefði verið til það? Já. En þú veist, þetta er alveg, sko, það er alveg fullt af hlutum sem ég segi engum frá, sem að þóla ekki dagsins ljós og ég veit ekkert hvort það væri vel sér. Þannig að ég er alveg... Ekki að gera það? Ég ætla ekki að gera það. Nei. Viltu það ekki í þáttiðin? Hún sé bara að deila hérna einhverju sora. Ég vil ekki að hún lendi einhverju veseni. Nei. Ég vil sjá hann í Justice League 2. Við viljum það ekki. En þú veist, hérna Justice League 2, það er náttúrulega, ég verð að segja, fyrir þá sem hafa ekki séð, þá er Snyder's Cut miklu betri heldur en hinn myndin. Sammála. Og það er ekki að því að ég sést meira eða lengur eða eitthvað. En sést þú ekki meira í henni? Í Snyder's Cut? Já. Nei, kannski með sekundubróti eða eitthvað. Alltaf senurnar aðeins lengri hjá Snyder. Þú veist, hann tekur fyrir dýbra í hlutina. Hitt og bara svona eitthvað random. Og Íslands senur voru líka lengri eða svona meira þeim.
að ég alltaf þekkti ekki því sá bíóutgáfuna, þannig kannski ertu ég mikið í þau. Það hafi verið bara svipað, kannski einhverja sekundur eða eitthvað, en þetta náttúrulega ekki stórt hlutverk, skulum alveg hafa það á hennu. Þetta aðalhlutverki. Þú varst kannski ekki að leika út svaka karakter. Nei. Þú fyrst enga línur. Nei. Ef þú eru beðin það, hefur bara sagt já, bara strax, já. En þú veist, þetta var alveg mjög gaman, þetta var alveg skemmtilegt að vera með í þessu og maður fær borga fyrir það, þú veist, sem náttúrulega ekki verða. Og þetta var ógislega skemmtileg upplifun, fannst mér, sko. En svo nú ert þú komið á podcast. Þið eru ekki að fá borga fyrir það. Jú. Þetta grínir. Ég er bara að gasta Doritos sem er heim. Ég ætla að gefa eitthvað Doritos eða popsmell. En hvort er það skemmtilega? Komið í podcastið, þó sem ekki er búin að taka upp þáttinn. Fá ekkert borga eða leikið Justice League og borga. Hvort skemmtilega? Er það að láta mig velja á milli? Já. Segðu bara hann. Já, skemmtilega að koma hingað. Já. Með grunaði það að því hérna ertu þú ert í aðalhlutverki með Ernu. Já. Skilurðu? Þú ert í aðalhlutverki, við erum aukaleikarar. Eða ekki? Nei, ég myndi ekki segja það. En þú veist þegar ég býti í thumbnaili fyrir Spotify og svona, þá verði ég ekki eins og á því. Það verða bara þitt tvær. No. Og ég ætla að vera með þennan sveip. Herru, ef að fara að byrja í leiknum sjálfum. Ég bjóti 10 spurningar. 10 nördaspurningar. Persónulega finnst maður mjög skemmtilegar. Það hefði ég líka samt þær. Hvernig fannst ykkur þessu spurningi bara svona yfir höfuð? Var þetta skemmtilegt? Var þetta erfitt? Sko, ég get alveg vikend að ég bara mannum minn með aðstofum stöðum, sko. Það er alltaf lagi. Já, en já, það eru svona sumum spurningar sem ég bara akkur eitt ég, þú veist, velja en það er líka kom minna þá eftir, ég bara svona já, en það er þessi skemmtilegur spurningar, finnst mér þú túlkar eins og þú vilt túlka þér þú veist, ég er ekkert að útskýra neitt að það er ekkert rétt eða nátt svar nei, og það var þetta mjög gott já. En mér samt leið svona því að ég var að svara ég bara, eins og ég þyrfti að svara rétt nei veist, mér leið þannig, ég vissi ég þyrfti ekki mér leið bara, ég var svona eins og ég var að fara í þú veist, prófi skóla eða eitthvað með bílum minni skoðun mér leið ekki þannig fannst þér það skýrlega? Það er ekki þar nei, en ég samt var að pæla mikið í að þetta væri rétta svari fyrir mig, skilju að ég var ekki að gleyma einhverju sem að ætti betur við. Já, þú er henni pældir vel í svarninu. Já. Ekki. Var þið bara skýt sama? Nei. Nei. En það sem ég er nefnilega, það sem ég er að pæla, að ég hef gert svona þetta aður, og þá hef ég stundu búið til svona keppni. Þú ert að setja mig upp í keppni með sko, manneskju með mesta keppniskap sem ég þekki. Er það? Já. Er það bara að tapa strax? Tapa? Nei. Ég bara tek því ekki mjög vel ef ég tapa. Af því að, já, þú meina það. Hún er hægt að kasta hlutum. En... Þú mátt kasta, nei, þú mátt ekki kasta Doritos, þú mátt borða þig Doritos. Ef þú er eitthvað svona brjáluð, þú mátt að opna Doritos og fá þig snakk. Ég var aldrei smaka guacamole. Þetta er nýtt. Er þetta auglýsing? Auglýsing. Já. Ég hef sá þetta strax, ég bara... Þetta er mjög gott. Ég elska nachos, ég elska guacamole. Hvað getur verið Það getur ekkert klikkað. Það er alveg málið. Þú mátt þá opna eitt guacamole eða verið brjáluð. Guacamole? Guacamole. Ok, þannig að keppnin er þannig að ég er dómari. Maðurinn minn segir alltaf guacamole. Hann segir alltaf, verður við bara guacamole. Bara svona... En ef þú lest hvernig guacamole er skrifa? Guaca. Akkur segir þú svona guacamole? Ekki guacamole og keftaði hér. Segi ég þetta ekki rétt? Guacamole? Guacamole? Guacamole. Já, guacamole. Þetta komið strax til ykkur rögl. Ok, keppnin er þannig, ég er dómari. Búin að setja 5 sinnum. Við vitum það haft Ég er að segja þetta við Kittu svo hún pottið ná þessu. Að því ég er svo heims. Nei, þú ert mjög klár. Að því ég þekki ykkur og ég þekki Kittu aðeins betur. En ég jafn mikil vinur ykkar. Já. Þannig ég var alveg hlutlaus. Því ég veit ekki svörni. Það er ekki mér að kenna, hafst þú þekkja henni betur en mig. Ég er ofta að senda þér skilaboður en að ringi. Þú svarar aldrei. Þú vilt hitta mig ofta. Ég hef það hitti Kittu svo ofta henni í Kíví. Já. Ok, þannig að svo sem væri kannski með flottasta svarið, kannski skemmtilegast en að rökstiða best, fær stig. Hvað líst ykkur það? Frábært, hún er bara að vinna þetta. Heldur það? Nei. Hún er kannski með eitthvað svona boring svör. Ógeðslega boring. Það getur við. Ok. En ef að gera þetta keppnið það? Já. Að þið er til í það? Já. En það má ekki fara ykkur að fílu? Nei. Ok. Ef ekki bara að byrja það?
Jú, ég er tilbúin. Erna, þú svarar núna fyrst, spurningu 1, svo svarar hún fyrst, hún Kitta. Hvaða bíómynd lýsir best þínum kvikmyndasmekk? Þetta svar áttur að koma þér óvart. Ok, það er ekki Dirty Dancing. Nei, Bridesmaids. Já! Eitthvað svona rest og skemmtilegt, hægt að hlæja og ég get hort á hana aftur og aftur. Þetta er gott svar. En þú hélst um þetta, er þetta Dirty Dancing? Ég held það, sko. Ég sá Dirty Dancing í fyrsta skipti bara fyrir 2 árum eða eitthvað. Var það ekki með mér? Nei. Í fyrsta skipti? Já. Þetta er góð mynd. Ha? Hún er mjög góð. Já, hvaða svipur kom að Kittu? Þetta er ekki hennar tepolli. Hann vantar meira svona morð og eitthvað. Já, og þú veist, og það var enginn sem var ófríkstu pappa sinni eða eitthvað svona, þú veist. Það er fyrir Kittu. Það er fyrir mig. Ok, Bridesmaids, já. Þú ert líka svolítið svona hress. Takk. Og skemmtileg og fyndin. Og ég er búin að segja það oft við Kittu. Bara, þú veit, Erna, ógeðslega fín og skemmtileg. Og Kittu var stundum svona, fyrst hún skemmtileg ég. Hann kemur svona stundum bara vá hvað Erna var skemmtileg ég er alltaf bara já, hún er líka besta vinkona mín hún er skemmtileg líkir sækir heim ég bjóst ekki til að vera leiðinleg nei, ég ætla að vona ekki nei, en þú bara, þegar ég hitti þið fyrst þá bara, vá, þú var hún rosalega skemmtileg takk fyrir það er rosalega, mér fannst þú líka rosa fín þú líka bara fá okkur herfingi restin af þættinu fyrir þetta við að rósa okkur stöðru ok, Bridesmaids, þetta er geggjumynd hún er nefnilega geggjuð en þá ætlum ég að spyrja ykkur, myndið þið að þú er búin að sjá hana ekki, Kitta? Ég held það þetta er hérna myndinum, hérna, það er eina að fara að gifta sig og besta vinkonarnar er alltaf komið eitthvað samkeppnisæðal, eitthvað önnu pía sem er ekkert besta vinkonarnar, er að vera besta vinkonarnar og gett rík og getur gert, þú veist miklu meira. Já, jú, ég sé hana. Og svo hérna... Er ekki til 2 eða eitthvað? Nei. Bara 1. Og coverið er svona, er það ekki eitthvað svona brúðar, ekki brúðarkjólum, en svona eitthvað... Ykkur bleikum, svona. Já. Ykkur 6 konur eða eitthvað. Þetta er ekki einmitt mynd sem ég man eftir. Ok, en þú heldur að sé hana? Já, ég sé hana. Ég er nokkuð vissin það. Þá ætla ég að spyrja ykkur, myndið þið kalla þessa mynd chick flick? Nei. Ekki? Nei. Akkur ekki? Af því ég veit bara drengi fullorðna menn sem horfa á þessa mynd og finnst það skemmtileg. Ég held að það fóru bara allir á hana og sá hana. Það getur ekki verið sem þú kannski fórst ekki strax að sjá hana. Já. Hún fyrir ekki að sjá eitthvað sem allir fyrir að sjá, það er hún bara eitthvað, ok, en maður langar ekki að sjá þetta. Getur það of cool fyrir það? Nei, ég er bara með einhvern mótþróa. Þannig ég held að sé ekki chick flick. Ég myndi ekki að segja það. Ekki? En þetta var svona ákveðið svar við held ég Hangover myndunum. Já, nema þessi betri. Hún er miklu betri. Já, ég fíla aldrei Hangover. Það var mikið bull. Já, mér finnst það bara ekki finnar. En Bridesmaids fannst mér fyndin. En ok, Notebook, er það chick flick? Já. Akkur? Fylgtu kallur sem sá hana? Já, með konunum sínum. Ég er enda ekki búin að sjá hana. En þú ert ekki búin að sjá Notebook? En er maður eitthvað svona látin proud gaur að segja og elski Bridesmaids. Er ég out and proud? Nei, gaurar, eins og bara Hafsteinn. Er hann eitthvað svona, já, eina uppáhaldsmyndunum mínum er Bridesmaids. Ég sagði þetta var eina mínum upp. En það var góð. En ég er að segja, þú veist, er þetta ekki svona eitthvað svona, já, kona mín neytti mig til að horfa á hana? Bridesmaids? Nei, ég held nefnilega ekki. Nei, ég keypti hana með svo Blu-ray og allt. Ég fór hann í bíó. Já. Mér finnst það virkilega góða. Mér er alveg sama hvað leikur í myndum, hvort sem kallaði kona, ég er bara fyrir góða mynd. Það var líka bara rosalega góða leikonur. Þetta var nákvæmlega, þetta var solid mynd, fyndin, skemmtileg. En ástæður spyrir hvort það er chick flick, að ég gerði svona keppn á Instagram. Það er kannski að sé það. Þetta er svona myndi keppa. Og myndi sem vann, besta chick flick, var There's Something About Mary, sem flestum myndu kannski kalla fyrir eitthvað grímmynd. Já, ég var ekki samanlega því að vera chick flick. Nei, en ég lék með þess með skilgreininguna, að það var engi sem mótmælti að Bridesmaids væri með eða Notebook, því Notebook er bara drafmynd, það er ekki? Jú, kannski var fólk bara eitthvað, ok, hann er bara, kann ekki að skilgreina þetta, það er bara alltaf lægt. Kann ekki að skilgreina þetta. En ég hugsaði bara með mér, eins og Mary, þetta er mynd ást, fullt af gaurum, elda sem er konuna, allir skotnin í henni. Já, þetta er svolítið mynd eldirhella. Já, þú veist, ég veit ekki með ást. Þetta sé pínu. Er þetta ekki bara frið? Já, ég held að þetta sé... Og ég nenni ekki svona klára nú að segja það. Það voru sumir ósattir.
við að hún hafa unnið. Fannst þetta ekki vera chick flick. Nei, þetta ekki chick flick. Nei, En samt fekk ég að ég spurði mína fylgjendur á Instagram bara hver þín uppáhalds chick flick. Og fegstu þetta? Það var alveg fleiri en 4, fleiri en 5 sem sögðu Mary. Og ekki bara gaurar. Okay. Það var líka konur. Það var ein kona þarna. Ein kona. En ég hugsaði með mér finnst hún sleppa og hún vann og það er ekki mér að kenna, þið kausuð. Ég kaus endur ekki þegar ég bara... Kaust þú ekki hérna en þú getur það? Nei. Fyrir ekki að þau. Ok, höldum áfram. Bridesmaids var pikkið en Ernu. Já. Hvaða mynd lýsir best þín? Ég er með 2. Ok, þú svindlaði þess að... Nei, ég gæti ekki valið. Ok, hvað er fyrst með aðra? Því að þetta er keppni, þú mátt alltaf ekki kepp með 2. Nei. En þú verður að velja hún aðra. Ok. En þú mátt síðan segja mig frá henni. Ok. Þá var ég að segja 7. Eins og þú sagðir áðan, ég var bara hvað kíkt hann? Er það 7? Já. Sjá, ég þekki hann alveg nokkuð vel. Ok, ákveður aldrei hana? Bara, þú veist, þetta er svona spennumynd sem er smá ógeðsleg og hérna, náttúrulega, Brad Pitt og eitthvað. Er það náfyrir að Brad Pitt sé í myndum? Hann er rosa sætur. En þú veist... Er hann ennþá flottur? Já, mér finnst það. Er hann ekki orðan alveg 55 ára eða eitthvað? Jú, en hann er eldist vel, sko. Það eru ekki allir sem geta hægt það, sko. Haldur það sé búin að láta fikta eitthvað í sér? Nei. Heldur þú það? Heldur þú það? Þetta hljómaði. Hann er ógeðslega rukkóttur. Hann er það að fór bara hlæðið strax. Haldið að sé búin að fara í einhverja lítaðgerðir. Já, takk. Hérna, fikt í sér. Krukki andlutinu? Já, ég held að sé búin að gera eitthvað. En það er samt, hérna, ekkert eitthvað svona rosalega mikið. Það er ekki þannig að hann sé svona eins og Barbie-dúka, sko. Eða Sylvester Stallone, þannig. Og við minn góður. Sétt hvað hann var skrítin í framann þegar ég sá síðustu Rambo-myndina. Já, hann er svona, ég held líka að hann sé alveg tölvöld eldri. En alltaf hann hefur fengið heilablóðfall eða eitthvað. Hann er svo skakkur. Hann er alltaf skakkur. Alltaf skakkur. Bara mér ábyrjandi að hann er búin að setja botoxinni og fyllingarefni. Já, hann verður svona skrítið. En mér finnst Brad Pitt, jú, hann er auðvitað búin að gera eitthvað. Ég held að það sé ekki mér lækist undir hnífin. Nei. Ég er bara ekki dómbar á það eitthvað neginn. Ég bara sé Brad Pitt og ég bara, já, neðan það sætur. Hann er ekki ekki einsætur hann var. Við erum ekki að tala með Legends of the Fall sætur, skiluru. Já, þú vilt að hann hafi sem í síttar. Það? Nei, ekki í dag. Það er bara asnalegt. Já, og líka hann, sko, eins og Legends of the Fall, þá er hann bara náttúrulega ungur valla með skeggvöxt, sko. Og hann er ekki með skegg í þeirri mynd líka. Já, hann var undir lokin þegar hann var farin að skera þarna hjartað úr og höfulegri af ykkurum. Hann fór að skera höfulegri af ykkur, þá var hann komin að bara geta eitthvað hjarta, þá var hann komin með skegg. Hvaða mynd erum við að tala? Gerðist þetta í því? Já, það ekki? Jú, þegar bróður hann stó og dreipin hann í stríðinu, þá fór hann og... Hann var brjálaður. En ok, 7, en þú valdi hann líka bara því fyrir þú geggjum mynd, eða ekki? Jú. Ok. Hver var hinn? Já, en ég veit hvað er eitthvað fær stíð. Gíski. Erna. Já, hún komur óvart. Að því að 7, ég gískaði á 7. Ég veit það. Já, varstu búin að segja það við hana? Hún sagði það á þann inni. Ég man ekki eins og hvort ég sagði það þegar hún byrjuð að taka upp, ég maður það ekki. Nei, þú sagði þetta inni í hinna á þann. Já, ég var alveg, ok, 7, samt geggjumynd. Já. Ok, hver er hinn? Hinn myndin var Silence of the Lambs. Allt eitthvað svona morðingja. Hello, Clarice. Fjöldamorðingjamyndir. Ok. Það er eitthvað, mér finnst það skemmtilegt. Ég veit ekki af hverju, en það er bara skemmtilegt. Það hafa gafan svona morðingjað úti? Já, einhver svona mystery og... En hvað finnst þið skemmtilegri? Eða, ok, betri. 7 eða Silence of the Lambs. Og þurftir að velja núna bara, ég er að stilla upp að vegg. 7. Já, ég sammála. Brad Pitt. Anthony Hopkins. En þú er búin að sjá báðar, eða ekki? Jú, það er rosa langt síðan að hérna Silence of the Lambs. Varstu svo þú tókst að Brad Pitt eða Anthony Hopkins? Þannig að því að hann er sætari, þá valdur 7. Reyndar Anthony Hopkins líka í Legends of the Falls. Skóum! Já, skóum! Byrju, hann leik pappan. Já. Skemmtileg tenging. Svo verður hann ógeðslega reiður, þá kemur þetta. Við erum oft með þetta. Hann lamast öðru megin, kemur hann út með hækina í feldinum bara eitthvað. Skóum! Horfum við ekki á þetta saman? Jú, svo höfum við alltaf verið hérna, höfum við annars bara gegnum tíðina, þessi ásöfnur vinkonur. Það hefur verið bara eitthvað sem tala um eitthvað sem eitthvað, ég bara fuck it. Skóum! Ok, þá verði ég að segja ykkur eitt fyndið. Af því ég nóti eitt sem ég heyrði líka.
Þetta úr bíómynd, en ég ekki að taka þetta beint úr bíómyndinni, heldur ég að taka þetta frá manni sem gerði þetta við, bara fram að mig, bara í raunveruleikunum. Þetta úr Star Trek 2 og hafið þið séð það eitthvað eða? Já. Ég svo, númer 1. Já, bara fyrst alveg... Ok, allavega, atriði í myndinni er þannig að Captain Kirk, aðalgæinn, hann svo reiður út í aðalvondakallinn sem heitir Khan. Og ég man ekki alveg hvernig það var í myndinni, en þetta mjög frækt aðeins að hann öskrar eitthvað svona Khan, horfður svo í loftið og myndalega er þar sko. Khan, öskrar svona. Svo dramatíst. Mjög dramatíst, svona fyndi þetta. Ég lendi í því að það var gaur sem gerði þetta, ekki gríni, fyrir frammi í bíói. Það var ég með félagið minn. Þetta er mjög fyndið sko. Og ég notið ennþá það í dag, sem svona djók. Það var ég með félagið minn í bíó og við hittum einhvern félag hans, gæði sem ég veist ekkert gróðar. En hann var nörd á öðru leveli, sá gæði. Og hann að tala eitthvað mynd sem hann fór á og hann fór eitthvað úrskæðis í sýningu á myndinni. Fólk að fara út í hlið eitthvað svoleiðis. Og gæði segja eitthvað, já, svo bara þurftu öll að fara eitthvað, veistu, ég var bara, Khan! Og tók hann þetta í Smárabíó og ég horfði svona á félagið minn. Er gæðin að djóka, en gaur hann alveg með pokerface. Þannig í dag, eitthvað bara áskeiðis. Þegar eitthvað úrskeiðis sem við vinið mína, þá tekið þetta Khan. Já. Þetta er svipað. Já, við tökum bara, Ok, stigið fara Erna. Erna, þú er að muna stigin og þú er að muna stigin þín, Gita. Vá, ertu ekki dómari? Nákvæmlega, erum við stigaverðir? Ég er ekki stigavörður. Erum við stigaverðir? Við erum keppendur. Þú gerir grín að mér, að ég sagði svo oft ég verið dómari. Sagði ég einhvern tíðan að ég væri stigavörður? Nei, ég held að kemur bara með starfinu. Ok, þetta er ekki margar spurningar, þú getur að talið. Hljótum að geta það. Já, hljótum að geta það. Við höldum utan undan. Ok, fyrir næstu spurningu. Getur þú svara fyrst núna? Hvaða bíómynd finnst þér vera æðisleg sem er annarkvort byggð á bók eða á sannri sögu? Þetta er basic, þetta er öðru spurning. Ertu tilbúin? Já. Schindlers List. Ok, geðveikmynd. Svolítið þung. Ég var bara að segja, heavy. Já, þetta er, ég held að Erna vel ekki svona. En þú sagðir æðisleg, mér finnst þetta æðisleg mynd. Já, ég sagði æðisleg. Ekki skemmti, svona einhver skemmti mynd. Það er ekki gaman að Schindlers List. Já, en er það samt, ég myndi alltaf að segja að þetta er ekki leiðileg mynd. Nei. Þetta er auðvitað, þetta er erfið saga og þetta er, hún er þung á köflum, en mér finnst það góð mynd. Þetta er mjög góð mynd. Ég hef gaman að svona myndum frá þessum tíma. En hvort þetta er hrifnar af, þú hefur sagt um mig, ég hef það sagt bara á þann, þú hefur hrifnar af stríðsmyndum og eitthvað svolítið dæmi. Hvort þetta er hrifnar af, myndir svo Schindlers List, sem kannski meira svona drama, eða eins og segjum bara Ryan, sem meira svona aksjón og skjóta á eitthvað. Mér finnst það bæði. En þú þyrftir að það? Mér finnst svona aksjón alveg skemmtilegt. Ok. Og ég þori líka að segja að ég rugla alltaf ártalinu, það er mynd sem var í fyrra, sem er bara ártal. 1917? Já, mér langaði að segja 1918, þannig að ég er alltaf að rugla. Það er ekki rétt mynd alltaf? En hún var aksjón allan tíman, hún er geðveik, ógeðslega flott mynd og bara tökurnar eru geðveikar. Þannig að ég kannski segi bara, já, aksjón, já. Ok, en þú valdi samt Schindlers List? Já, bara að því að þetta er svona mynd sem hafði einhver áhrif á mig, þú veist. Sást hann í bíó? Nei, hún það gömul. Ég veit ekki, ég er búin að sjá hana, Hvað svo fórstu? Úr Ströndum, þá er ekki bíóhús þarna. Ég var ekki ekki síðan í bíó, kannski á Vaffa-S. Hvernig kom hún út? Hún er 93. Já, en ég hef séð hana alveg oftar en einu sinni, þannig að... Þú hefur verið 93, þú hefur verið hvað? 16-17 ára? Ég verið 31. En manst þú sást hana fyrst? Já. Ok. Þú veist að því að hún hafði svona áhrif á mig og mér finnst myndir frá þessum tíma og þú veist, eins og segi, þú lést mig velja aksjón, en ég hef séð alveg hinsegin myndir svona drama líka, svona fjölskyldur og eitthvað. Og þú fílar það vel? Já, það líka. Þetta er líka alveg sorgleg mynd. Þú séðan er þetta ekki? Jú, fyrir löngu síðan. Ég held ég að mér svo sopna á henni. Too heavy. Hver bauð Ernu í hann? Þú? Já, skilum það. Á, ég sem gera það. Já, Schindlers List. Það er mjög átakanlegt atriði í lokin til maður fara að sjá í rauninni alvöru fólkið. Kannski sást það ekki og sopnuð. Þegar þú fara að sjá alvöru fólkið sem Schindler bjargaði. Þau lappa á svona gröfunars. Gæsa það núna bara. Já.
Það ekki aðri. Schindler's List. Við erum að fara að hafa vídeokvöld. Erna nefnir ekki. Þetta ekki, hún var svolítið löng. Já, hún svolítið löng. Ekki segja Erna það samt. Nei. Þá sopnar hún kannski bara aftur áður nú byrjar að horfa. Mér finnst bara fínt að sopna í bíómyndum. Finnst það fínt? Ég sopnaði Lord of the Rings 2 í bíómynd, Nó, bara fínt. Núna einhvern að hlusta á þetta og ég bara, hvað að henni? Og veistu það, og ég myndi ekki byrja að finna út hvað því það er svo mikið. Það er svo mikið sem það. Ok, hvað valdið þú? Mynd sem byggði á sannri sögu eða byggði á bók sem þið finnst æðisleg? The Untouchables, sem franska myndin manni sem lamaður og fær aðstofamann til sín sem Ok, The Untouchables. Þetta er ekki sann, er það sönsa? Vá, ég er búin að sjá þessa mynd, frábær mynd. Er hún á fransku? Ég er búin að sjá ensku og fransku útgáfuna, amerísku og fransku. Hvor er betri? Franska. Tölvist betri. Ég hef séð þetta, ótrúleitt en satt. Þú hefur séð þessa mynd? Já. Þarna er ekkert mikið orðið þannig. Á fransku. Já, þetta er svona drama. Myndi ekki setja svona drama, grín. Hún er alveg fyndin á köflum. Jú, hún er, þú veist, en hún ætla byggð upp bara með þessu, þú veist, maður sem kemur bara úr svona verri hluta borgarinnar og svona á ekkert. Hún gerist í París, eða ekki? Jú. Já. Fyrir að rambar einhvern veginn inn á það að fara í viðtal sem að vera aðstofamaður þessa manns og ætla svo sem ekkert að fá þessa vinnu nema að maðurinn sjálfur velur hann. Svo bara gerist eitthvað óbúslega fallegt. Myndast þessi vinátta? Já. Svo kannski ólíki menningar heimar eða hvað vil kalla það, því hann átti svolítið pening líka. Það var mjög ríkur. Hvítigæin, eða ekki? Jú. Já, fullt af peningum. Ég er alveg sökka fyrir svona dóti. Ef þetta er vel gert. Mér fannst þetta mjög vel gert. Mjög vel gert. Sko, bandarísk útgáfan með Kevin Hart, náttúrulega svona, það var sett meir upp í gríni heldur en í, þú veist, það vantaði fannst mér í þá mynd svona kannski hjartað eða eitthvað. Já. Ég maður því sá þessa mynd. Svona innlægni. Já, það er oft með endurgerð líka. Þeir missi eitthvað bara svona hætti að endurgerða myndir. En ég maður því sá þessa mynd, það var allir að tala um hana. Bara, ég held að 80 Íslendingar fara á hann í bíó eða eitthvað. Hún var geðvægt vinsæl. Það er ekkert algengt með myndir sem er ekki bandarískar að vera svona vinsælar í bíó í Íslandi. Og ég var bara... Var hann á fransku í bíó? Já, var á fransku í bíó. Og ég hugsaði með mér, þetta er eitthvað drasl. Allir að hæpa hann eitthvað og þannig ég nefndi ekkert að sjá hann strax. Ég sá hann bara DFD örgulega 2 árum setna. DFD. Nei, ok, já. Þetta er nokkur á síðan að koma. Já. Og ég mani þegar ég horfði á hana, ég var með opinn huga, en ég hugsaði samt með mér, þetta er óafæpu mynd, það er bara, ég held svo ekki góða. En ég var samt með opinn huga, samt búin að dæma hana fyrir. Já, þú varst ekki með opinn huga. Svo, ég segist hann með opinn huga, svo er Lísa alls ekki opinn huga. En mér varst hann geðveik. Hún er ekki. Ég sá hana í janúar, þegar ég var inn á spítala, var ég með bíórásina og það er ekki gaman að vera á spítala. Þannig að ég var alltaf að horfa á það. Nefnum sem bíórásina. En ég horfði á þessa mynd og hún var rosalega góð. Eða þú veist, ég var alveg bara, kannski að ég var veik og eitthvað, en hún var alveg svona, ég táraðist og allt sko. Búin að upplifa þessa near death experience. Já. Og ég fann svo til með manninum í hjólastólnum. Þú gast tengt við hann? Já, bara þú veist, mér fannst þetta bara ótrúlega flott og falleg mynd, sko. Já. En ég, þú veist, hefði aldrei valið hana, skilur. En ég bara, að því að hún var í sjónvarpinu og svo byrjaði hann og þá var ég alveg föst, sko. Þetta er bara virkilega velgerð mynd. Já. Alla staði. Ég nenni ekki svo endurgerðina. Nei, ég myndi ekki það að gera það. Nei. Þú veist, að því að mér fannst bara, ég veist að leiði upp að sjá endurgerðina var með langar sér upprunalega aftur. Er ekki líka svolítið svona að fá Kevin Hart, sem ég fíla alveg, mér finnst það skemmtilegur. Þetta er alltaf að vera upp í eitthvað öll, sko. Já, er hann ekki ein og mikið svona, hann er Kevin Hart. Já, hann er mikið hæp. Hann er fyndin, alltaf. Hann þarf alltaf að vera fyndin. Já, ég er ekki að sjá hann fyrir mér í þessu hlutríkja, því mér var skæðið sem lék sem heitir Omar Sy, minnum öruglega, sem lék Manstu svona? Sartakörn í Impossible. Já, þetta er rétt samt hjá þér. En heitir hann ekki Ómar Sæ? Jú, heitir alltaf Ómar, ég veit ekki hvernig að ber fram restina, en jú, getur verið sér. Það er alltaf að skrifa Ómar S og svo Ursuni. Ef þetta er ránt hjá mér, þá setjum ég leiðréttingu hérna fyrir YouTube. Þú segir það alltaf, svo gerur það ekki. Ég hef gert það.
Já, allan ekki hjá mér. Ekki? Sagði ég eitthvað veitlust þar? Nei, ég var að tala Donnie Darko og Brasco hérna, og rugla. Já, en þú leiðir þetta alltaf miskilningin líka strax sjálf í þættinu. Já, en ég var samt ekki ennþá viss því að búin í viðtalinu hvort ég hefði verið að meina rétt. Þú veist ekki ennþá hvort þú tala Donnie Brasco eða Donnie Darko. Það er aldrei gott. Þú voru bara að setja svona són yfir. Já. Herru, ég ætla að gefa ykkur báðasti. Verður þetta svona? Herru, ég er dómari. Ég ræð. Og stigavörður. Ástæðan fyrir ég ætla að gefa ykkur báðasti. Þetta er báða geðveika myndir. Ég fílaði báðar. Og ég get ekki valið ekki svindlistist. Og ég get ekki heldur... ég ræði þessu til að fá báðasti. Já. Takk fyrir það. Svo er bara restið svona. En þá myndir þú vinna. Ég held að þú sett löngu búin að ákveða að láta hana vinna. Bara þess að fokkið þér. Já. Ok. Næsta spurning. Númer 3. Nú svarar Erna fyrst. Hvaða bíómynd getur þú alls ekki hugsað þér að sýna 10 ára gömlu barni? Human Centipede. En þú ert búin að sjá hana? Nei, ég er ekki búin að sjá hana. En þá, ég hugsaði strax, ég ætla ekki Human Centipede 2. Kitta, viltu... En er ekki svindl að velja mynd? Nú ætlum ég að spyrja þig þetta. Nei, ég bara veit að Kitta, hún þurfti að sjá þessa mynd. Ja. Og hún er ekki ennþá búin að jafna sig. Ég þurfti að sjá hana. Fullorðin manneskja. Að því að ég var að fara að taka hana viðtal við leikstjórum. Já, veit það. Þú þekkir hana vel. Nei. Mér langar ekki að þekkja hann vel, hann er skrýpin. En hún lék eitt af fólkinu þarna í röðinni. Já, það er fáið sem vita það að Kitta leik ekki bara í Justice League, líka Human Centipede 2. Já. Nú þurfið að setja leiðréttingu. Nei. Hún er að grínast. Hún er að grínast. Eða hvað. Allavega, ég hugsaði... En valdur 1 eða 2? 2. Já, Human Centipede 2. Hún er ógisleg. Já, en mér finnst það að pínu svindla að velja mynd sem þú ekki sé. Ég er bara hreinskilin. Hvað sér? Er það brjáluð? Það er ekkert að sjá hana. Nei, ég er ekki brjáluð. Hún fyrir að opna guacamole pakkan. Er það? Guacamole. Ok, Human Centipede. En þú getur henni ekki tala hana að þú hefur ekki séð það. Nei, ég vil ekki sjá hana. Að því ég vil ekki sjá hana, þá vil ekki sína 10 ára gamla barnana. Þetta meikar að sens. Þetta meikar reynda sens. Já. Ég get alveg sagt að ég myndi ekki, þú veist, vilja sína barni, þú veist, 10 ára gamla barni en það Godfather myndirnar. Þú getur alveg hugsað að sína Godfather? Nei, ég segi, ég get alveg sagt það, þú finnst það betra. Já, þú myndir ekki vera... Já. En hún er samt mjög saklis með við Human Centipede. Akkurat. Já. Ok, sjáum hvað Kitta segir. Ef að hún velur líka mynd sem hún er ekki séð... Nei, hún er pott, hún er búin að sjá alltaf þetta ógeð. Ok, Kitta, hún er búin að sjá... Við gerðum líka sér þátt sem hét ógeðslega myndir með Kitta. Ég veit það. Já. Hvað valdið þú? Sko, mér datt mjög margt í hug, en ég, sko, Eðlilega. Já, það sem ég endaði á var Sixth Sense, af því að já, þú veist, I see dead people. Já, af því að það er sko, þú veist, skrýmsli og og svoleiðis, er alltaf mjög gerfilegt. Skrýmsli já, ég skil. Og eitthvað sem getur ekki gerst, en svo er alveg bara svona annað hver maður trúir á drauga, þú veist, og ef ég er að fara að, þú veist, sýna einhverju barni, af því að ég man eftir, ég var ekki, þú veist, ung þegar ég sá Sixth Sense, en það var svona eitt og eitt atriði í þessu sem var bara svona að honda mig, sko, eftir á, mér varst hún ógeðslega creepy, af því að þetta er svona drauga dæmi, sem að maður er svona, ég er alveg svona, ég veit ekki alveg. Þetta er alveg gott pikk, þú fóst í rauninni í eitthvað sem að, eins og segir, sem er kannski svona innan gæsalappa og líka raunverulegra. Já. Það myndi kannski fokka meira í einhverju 10 ára gamla barni heldur en ég held það nefnilega, sko. Eitthvað svona íkt. Ég get líka sagt Karius og Baktus, ég gæti aldrei orðað það því að krakki ekki á svo hrætt. Mér fannst það reyndar ógeðslega líka. Já. Þú veist, ég var bara gott gett hrætt, ég var bara nei. En voru það ekki þættir? Var það? Nei, svo man ég að það var, þú veist, að leysskólanum ég fekk alltaf að fara fram, og ég man ekki mikið sem að krakki, svona unga barn, en ég fekk að fara fram þegar Karius og Baktus að spilað,
og svo man ég þegar jólasveinninn kom hoppandi í girðinguna og með jólaball inni og allir bara eitthvað, nefnir ekki hleypaði minn og allir krakkarnir bara, ég bara, nei Þannig að þú Ég sammála, ég var þarna líka Ég svaf ekki í desember, ég skil ekki Út af jólasveinn? Já, mér fannst það ógeðslega creepy Gamli kallar að koma inn gluggan hjá þér miðjanótt og gefa þér selgæti og þú veist, 50 kall á mandarínu eða, ég átti nóg af mandarinu frammi ég trúði á jólasveinin alltof lengi miðað við hvað þetta var mikið drama ég gat ekki sofið ég var svo stressu yfir því að ég myndi vakna með hennan gamla kallinn í herbygginu mínu já, einmitt og mamma var bara einhvern veginn ríghjaldið var gert allt til þess að ég held áfram að trúa á jólasveinin sko, ég var bara að setja sko, allt svona þunga hluti ofan á gardínuna ekki drýmið þetta vesni fyrir foreldra mína að ég bara, þessi menn þeir koma ekki inn til mín Þeir eru ekki velkomnir hér Þeir eru bara ekki átt ekki að tala við ókunnigt fólk Nei, ég var bara heipaði gluggan hjá mér Já, það koma bara að gefa mér einhverja gjafir í skóin minn Í skóin minn Og svo, þú veist, íslensku jólasveinin er náttúrulega bara alveg ekstra creepy, sko Já, það er líka sagan þeirra er alveg pínu svona Já, og svo er bara Svo er viltu ekki skilja eftir hérna handa skirka með smá skir Nei, svo hann stoppi lengur Bara hangi hérna og borða heima á sér Man vill ekki vakna með hennan mannin í herbygginu, sko En þá er ég líka að spyrja ykkur Þið hati jólasveinin Við höfum ekki jólasveinin Það hljómar eins og þið hati jólasveinin Nei, maður elskar jólasveinin þegar maður Mér hatar svo sterkt orð Mér notar aldrei en mislíkar Innilega Þetta er það sama bara með trúða Þeir eru creepy Trúðar eru creepy Með málað svona bros á sig Alltaf skemmta krökkum En þú veist Skemmta Já, þeir eru góðir Skemmta krökkum Mér finnst töframann satt meira skeri heldur en Já, það eru creepy Eitthvað svona fullotna menna Þú veist, draga glómur hendur úr í vasanir sinni með eitthvað starf Finnst það skeri? Töframann ég bara skil ekki Ég er með fordóma Þú er með fordóma En þá er ég að spyrja ykkur að þið eigið börn var þetta spjall eitthvað tekið? Bara svona, nei, jólasveinn það er ekki til Nei, sko, ég ætla að meina 11 að vera 12 og svo er ég meina 2,5 sem 2,5 gæti ekki að vera meira sama jólasveinin En þegar kemur að því, hvað ætlar að segja? Ef hún spyr mig þá ætla ég bara að segja nei, hann er ekki til en þessi 11 ára hún er ennþá að ríghaldi í þetta og ég held að hún trúið ekki neitt á þetta sko, en ég held að hún vildi bara ekki sleppa gjöfunum Nei. Hún er meira að hugsa pakkana Já, að því hérna en hún aftur á móti, þú veist, sagði okkur hún yfir helgina, hún bara ég er að fara að læra álfatungumálið og við bara svona, pappina bara, já, hvað er það að gera það í þykistu skólanum og hún bara, nei það er hægt og eitthvað svona, fór eitthvað svona diskuteringi það, sko sem við þurftum síðan útskýra fyrir henni að það sem er talað í Lord of the Rings er bara búið til Já, en það er samt tungumál sem var búið til fyrir myndina Já, en þú veist Þú getur okkur að læsta það Þú getur, hann sagði að sem hitt skoðu okkur YouTube myndbætt okkur að mannestu okkur 6 ári að læra álfatungumál og ég bara Vill maður að barnið sitt fara að eyða tíma í þetta? Akkurat Þú vilt kvætta á þetta? Nei, ég sagði bara, go for it, þú vilt eyða 6 árum, ég sagði, þessi maður er hann, þú veist, hann er ekki tungumála maður. Hún gætur að læknir. Er það ekki ykkur 6 ár? Nei, meira verið. Þá er það alltaf að stefna að ykkur, ekki til að hitta eitthvað 5 manns á okkur ráðstefni og tala álfatungumál. Allir eitthvað skrýtnir. Ég er að segja að það er kannski sniður að eyða 6 árum í að læra læknisfræði. Já, en hún er 11 ára. Hún er ekkert að fara að læra læknisfræði strax. Nei, það er kannski fullónt. Já. Ég gerði sko með jólasveinin, því að nú er yngsta hjá okkur 14 ára. Þannig að þær voru mjög ofta að spyrja, mamma, ert þú jólasveini? Bara, ég er alltaf, sýnist þið það? Er ég jólasveini? Nei. Ég borði ekki þessi skýr. Hérna, ert þú að setja í skóin? Ég bara, akkur ætti ég verið að gera það? Þú veist. Þannig að ég sagði bara, svarar alltaf spurningum með spurningum. Já, ég sagði sko á endanum, sagði ég við þær, ef þið hættið að trúa jólasveinin, þá hættið að fá í skóin. Þannig að þú veist, já, þú leistir þetta þannig, þú svarar aldrei já eða nei. Þú veist, við erum alveg búin að ræða þetta núna, skilur við. Það er rétt að vona það. Já, þær vita alveg að jólasveinin er ekki til, en mér finnst, þær eru samt sko, hérna, held þær hafi, þú veist, þær vita alveg, þær eru farnar að panta hluti í skóin, sko. Þannig að maður er alveg svona... Ertu að gefa með þau í skóin? Já, mér finnst það bara... Einhver henn og innkoman. En er því bara stemming? Þetta er bara stemming og þær eru ekki með skóin inni hjá sér lengur, hann er bara frammi. Þannig að þú veist...
Já, það var gerðum það, þú veist, með stelpunnar, bara út af COVID þá var skotni frammi. Svo ekki vesna að fara inn alltaf undir vera að þau þurfa að sopnu. Já, hann var bara að halda 2 metra reglunni. Og ég skil ekki af hverju hún móðir mín, ef hún horfir á þetta, hún horfði á síðasta þátt. Hún verður að horfa þannig. Af hverju hún sagði mér þetta ekki bara, af því ég kvaldist í desember, náttúrulega bara á Hjaraveraldar í svartasta skammdeginu og ég var bara eitthvað undir sæng að bíða eftir að, þú veist, mér langaði svo að sofna af því ég vildi ekki sjá hann. Hugsaðar ekki bara, shit, hann stoppar okkur að geta lengi, hann svo þreyttur og hún allavega hingað. Já, bara þú veist, endastöðin hans, hann er búin að fara allt. Já. En ég man sko eftir því að spurði mömmu, mamma, jólasveina til? Og hún sagði mig, nei. Svo komu jólin eftir það og ég setti skóndu glugg og hún bara, þú trúir ekki jólasveina? Ég bara, klúra þessu. Ég bara eitthvað, ég trúi samt eiginlega á einn, þú veist. En þetta sko... En hvort finnst ykkur flottara, íslensku eða ameríski? Þessi svona einn jólasveinn eða þessi... Ég til hann kom bara núna sem fullari manneskja það er að fara að kaupa, þú veist, því ég gleymi svo alltaf, þú veist. Ég bara, glemdu að kaupa skóin. Þá er þetta bara eitthvað svona sækja, og nú skil ég mandarín á 50 kall, geðið vel. Mandarínu og 50 kall? Já, ég fekk mandarínu og 50 kall, sem samt, þú veist, það er fullt af mandarínu frammi og svo fékkst ekki neitt fyrir 50 kall. Nei. Þannig að basically var krapp. Það var einmitt eitt sem að mér fannst mjög skrítið. Ég var í heimaðastaskóla og það var alltaf bara ekki að flottar gjafir þegar maður var í skólanum, sko. Þá einmitt fekk ég bara eitthvað svona rúsínur og ég borði ekki eins og rúsínur. Ekki heldur. Það er aðeins jólasveini. En finnst þið eitthvað, þegar nú er ég nýbúin að eigna strák, að ég vil halda í eitthvað svona töfra. Já, maður veit það. Skiljiði. Af því að mér finnst alveg leiðilegt, mér finnst ekki að vera beint að ljúga barninu. Þú ert að ljúga því. Er því hvítlígi? Hvít, rauð, bleik, saman skiptir ekki máli, sko. Alltaf lígi. En ég sammála, þetta er ákveðin töfrar. Já, halda smá, þegar maður er barn, þegar maður er fullarinn. Það er engin töfrar. Það er engin töfrar. Sko, mér er minna samum jólasveinin en enn tannálf. Það er ekki til en eitthvað svona guidelines fyrir hvað maður fá, þú veist, krakkar að fá pening fyrir eitthvað einustu frikinn tönn. Fyrir mér var gamla þetta fyrstu bara fyrir fyrstu tönnu sem mistir. Nú. Ég man ekki hvað, það er líka vesen, þú ert að pakka þessu inn í tönni undir kotta, það var allan hjá mér. Já, þannig að þú veist, það er mjög mikið vesen að reyna að komast undir kottan hjá barni sem er sofandi. Svo bara þegar barni vaknar bara eitthvað, ég ætlaði bara að kissa þig. Já, ég bara að kikja þig. Mamma, ég góma eins og mömmu verið að setja í skóin hjá mér. Ég bara eitthvað, hvað það að gera? Ég bara skoðu hvað fékkst. Þetta er gott svar. Ég man ennþá hvað ég fekk. Það var eitthvað svona, þú veist, make-up eitthvað dæmi. Þú veist, eitthvað svona blátt og bleikt eitthvað og ég bara eitthvað. Hvarflaði það þér að mamma ætlaði að stela þessu? Ætlaði hann að taka þetta fyrir sig. Mögulega. Og hún eitthvað þarna með úfið hári í náttkjólnum kom allt og seint til þess að, þú veist, setja hún bara eitthvað ég bara sko hvað fékkst, þú veist, spennt fyrir skógjöfinni. En margir hafa rætt þetta, foreldrar, bara hvort er rétt að segja barninu eða ekki og ég fór svona að hugsa, það er svo mér langar gett þegar hann verður aðeins eldri 25 aðeins eldri, hann er 30 mánaða í dag, hann er aðeins eldri að búa til kannski eitthvað svona fjársjóðsleitarleik eitthvað. Já, taktu bara þarna elfónu sjálf, það er allir að gera það og getur fengið alls konar dæmi með það. Er það eitthvað leikur sem ég get... Já, bara svona, það kaupir eitthvað svona álfa og þú veist, og þá fara þeir að gera alls konar þú veist, skandal á nóttinni. Ég hef ekki ennþá nefnt þessu, en ég, þú veist... Býtu, þú er útskýrað það. Kaupir það eitthvað álf? Já. S.A.A.-álfin? Og hvað? Það var ógeðslega fínt að miskilja þetta. Og kaup, er þetta bara svona báns? Já, getur keypt bara eitthvað stærri, þú verður út allt. Nei, þetta er bara svona 3 álfur. Og svo, þú veist, getur þeir að vera búin að vera að, þú veist, hömpast á Barbie-dúkkunum og eitthvað svona, gera eitthvað og kannski ekki á Barbie-dúkkunum, ég sé eitthvað svona, þau setja eitthvað hliðin á Barbie-dúkkunum í Barbie-bíl og eitthvað svona, eða búin að kasta kveit út allt. Mér finnst þetta creepy. Já, og þá áttu að segja barni, nei, þau koma fram, krakkarnar sem spennti bara, hvað gerir álfarnir í nótt?
Ég veit ekki en pappin farin frá mér. Ok, þetta hljóðast alltaf svona pínu skemmtilegt. Já. Fyrir lítil börn. Já, en ég myndi pottið ef ég verið lítið barn að horfa svo á hennan álf sem svona starandi augu. Þetta pínu creepy. Já. Ég myndi ekki alveg hræðan. Nei, ég myndi bara gera þetta eins og þér finnst gaman. Já. Og barnið, þá verður gaman. Já, ef að barnið hefur gaman, þá er þetta í lagi, en leið hann fyrir að vera hræddur. Þá ég halda áfram. Nei, sko litla stelpa mín, hún logandi hræddur jólasveinin. eðlilega. Og ég ætla ekki að vera eitthvað, já. Mér fannst jólasveinin svo spennandi og yngri. Ekki mér. Af því hann fullt af drasli og hreindýr. Að því hann gaf mér pakka. Mér fannst það geggjað. Já, minn bara alveg sama. Veist, hún var bara, hún ásandi eitthvað samt dót sem bara, jólasveinin gaf mér þetta. Ég bara, já, hann gerði það. Hann fór alveg sérstaklega í Lindex og keypti þetta handaðir. Og vissi það að þið vantaði svona. Nei, hann saumaði þetta eða smíðaði þetta á Norðurpólunum. Og setti Lindex miðan á. Þetta meikar ekkert. Hann kannski ykkur samstarfi við Lindex. Já, hann getur náttúrulega ekki gert gjafi fyrir alla krakkana sjálf. Ok, ég man ekki sem hvernig fórum við út í ykkur jóla svona, já, hún tala um Centipede. Já. Human Centipede og Sixth Sense. Já. Klárlega. Já, ég vissi það. Ég vissi það. Það kitta stíð. Þú varst ekki sem að sjá þína mynd. Ok. 2-2. Það er 2-2. Ok, er ekki núna kittabyrjar? Já. Númer 4. Hvað bíómynd finnst þér vera geggjuð? Hvernig finnst ykkur lýskorðið mín? Skemmtileg. Geggjuð. Geggjuð. Ég er líka geggjað sé upp á orðið mitt. Geggjað. Geggjað. Ég er sammála, ég nota mjög mikið. Já. Hvað bíómynd finnst þér vera geggjuð? Sem gerist að einhverju leiti út í game eða út á sjó. Ég valdi eina fyrir hvort. En þú vilt það ekki. Hann segi eða. Já, ég veit. Ok, nú er þú að velja. Gemyndina eða sjómyndina? Waterworld. Ég held að ég velji... Nei, hún er eitthvað gott. Apollo 13. Já! Þú kemur svolítið óvart núna. Aha. Já. I'm not a one-trick pony. Greinilega ekki. Það er engin morð í þessari. Nei. Þetta er sönn saga. Já. Hún er flottir leikarar. Dramatísk. Já. Var ekki þá geðveitt dramatísk lag í þessu? Ég man ekki því. Ég er ekki góð með svo leiðis. Nei. Apollo 13? Nei, það var ekki Apollo 13, það var annar gemynd. En ég elska samt þú sagðir Apollo 13. Apollo 13D. Nei. Nei, þú sagðir ekki. Nei, það var hétt Apollo 13. Já, ég held kannski að segja þannig á ensku, Apollo 13. Nei, ég er íslensku nazisti, þú átt að vita þetta. Hvort segir þú, eða þið, Titanic eða Titanic? Titanic. En hún segir örugglega Titanic. Ég segi örugglega Titanic. Ef ég bara... Hvort fæst þig? Þú fengir klálast yfir það. Ok, Apollo 13. Ég er samt ekki að íslenska eins og Philip Prins og eitthvað. Fili? Blessu sér minning hans. Philipus Prins. Blessu sér minning hans, já. Hann dó hann ekki bara í dag? Nei, gær. Morgun. Vinsor Kastala. 99 ára gamall. 99 ára? Það er mesta sjokk sem ég hef upplifað. Þegar ég átti ekki vona á þessu. Alls ekki. Fyrir maður að kalla hennar. Já, ég veit það. Ég var bælið hversu langt að fara með þetta djók. Mér fannst hann lítið út fyrir að vera löngu dáin. Já, akkurat. Hann er búin að líta rosa illa út. Og ég sagði, það er splæst þess að hjarta ekki ráðan með daginn. Ég veit ekki sem ég myndi ekki þekka hana mynd, sko. Mér finnst það konustæmi svo ógeðslega óspennandi. Elisabeth Englandsdrottning. Sástu að hún er komin á Tinder? Tjók. En sáðum daginn að það var verið að segja að Hinrik, hann var að tala um Hinrik. Já, Prins Harry. Já. Í alvörunni. Hinrik. Minn ekki líka gamla dag var Mikael Jakobsson, Michael Jackson. Það var alltaf í eskunni. Já. Mikael Jakobsson og Nýja Jórvík var New York. Já, það er ekki þetta þýða nöfn. Það er bara gert óspart. Sérstaklega, það er eiginlega búið að haldast svolítið í eins og Philipus, hann hétt Philipus. Mamma og pappi bara, þau gerir þetta ennþá. Þau tala um Ingiríði í dönsku konungsfjöldum. Já, Ingrid. Ingiríður, hún heitir Ingrid. Ingiríður hét. Ingiríður, það er bara ljókna. Sorry, ef einhver heitir Ingiríður. Ok, ég verða að koma einu sögu. Ég átti danska að mig.
sem heit Inger. Inger? Hún heit Inger. Sérst I-N-G-E-R. Já, Inger. Og þegar Kitta nýbyrju við manninu sínum. Máttu segja þessu? Já. Hann átti sér danskömmu líka. Og hún bara, kannski þekkir amma þín, það var amma mínu lífi. Og þá sagði hann, kannski þekkir hún ömmas Magga. Og hún bara, Maggi, og alltaf fulli bara, hvað heitir þetta amma þín? Amman er líka dans, kannski, það er kannski vinkonur. Ég bara, nei, pottit ekki, amma á mjög fáa vinnu og hún er bara að segja upp, þessari vinnu sem hún átti. Og hann alveg, hún bara, nei, Maggi, hvað heitir amma þín? Kannski er það vinkonur. Og hann bara, Kitta, amma mín er dáin. Við vorum ekki búin að vera lengi saman. Ég gæti ekki haldið í við allar þessar ömmur og afar. Ok, það það pottit ekki vinkonur. Æjæj, var það vandræðilegt? Já, það var vandræðilegt. Smá óþægilegt. Já. Þetta var mjög óþægilegt og þetta var líka... Þetta er samt ekki að vandræðilegt. Nei. Ég var að bæla hversu mikið maður má hlæja eitthvað svona. Þú mátt hlæja. Já, mátt hlæja þessu. Já, ok, takk. Magnús hefur húmor fyrir þessu. Ok, hann er ekkert brjálæður í dag. Nei. Hann var heldur ekkert brjálæður þá. Hann var pínu vandræðilega fyrst. Bara akkur veit hún þig? Já, þá voru við búin að ræða þetta. Ok. Stundu gleymi maður bara svona hlutum. En Apollo 13? Já. Er eitthvað sérstök ástæður valdarina? Tom Hanks slef. Já. Er hann, þú veist þá að grína ekki, já. En hann er ekkert ómyndalega maður. Nei, enga veginn. Finnst hann ómyndalegur? Nei, ég er ekkert ómyndalegur. Nei, hann gerir bara ekki fyrir. Ég myndi aldrei, þú veist, setja stofan á hann, skilur. Þú myndir ekkert setja svo andlita á hann. En Tom Hanks átti nú sína spretti. Átti sína spretti. Það var rosa sexy kastó. Það var reyndar, sú mynd fannst mér ekki meika sens. Áhverju ekki? Wilson! Þetta er geðveik mynd? Nei, þetta gerist bara ekkert í alvörunni. Hafið einhvern tímann heyrt einhvern sem lent í sjóslýsi og flotið upp á sólarströnd. Lifandi á ströndinni. En byrju þurfa það alla myndir að vera raunverulega, eða? Nei, þetta býr bara til svona, þú veist, einhverja væntingar hjá fólki sem lendi mögulega í þessu? Já. Bara þá lendi ég á hverju strönd? Ég lendi í að vinur minn fór með bát niður og ég var kannski, alveg lengi getur hann hafa verið á lífi. Skólar upp á Hawaii? Já, en þetta meikar ekkert sens. Þetta var ekki sannsöguleg mynd. Ekki eiginlega kasta við. Sorry. Þú falleg mynd. Já. Ok. Með blagbólta. Apollo 13, býta þess með sjómyndinina. Þú varst líka með sjómyndinni. Já. Ég ætla að heyra fyrst núna hvað Erna valdi. Sko, þetta er alltaf kategóriða sem ég er alls ekki nýja, því ég þól ekki svona game-myndir og eitthvað, þú veist, og út af sjó, ég var eitthvað, það gekkja. Þess að setja þetta, ég vissi að þú verður ekki að heima þetta. Það er samt ein myndir, það er alltaf, þú veist, ekki bara ein, það eru nokkrar, sem mér finnst geggjaðar, og það er Guardians of the Galaxy. Já! Mér finnst það skemmtilegar. Þannig að... Þú komið svolítið óvart þannig. Guardians of the Galaxy? Já. Með Chris Pratt. En fannst þið 2 líka skemmtilega? Ekki skemmtilega nummer 1, sko. Nei, fyrst ágækja. Já. En mér fannst það samtalið gæti alveg horta. Þetta er ekki eins og, þú veist, horfa á Hunger Games, þú veist, 4 og, þú veist, 3 og 4. Já, ég skil. Það er ekki þannig sem ég bara, nei, ok, hvað betur í gangi hérna? Það fannst þú alltaf í lagi 2? Já, gæti alveg horta á hana. En það voru ekki eins góð og nummer 1. Þannig að þú ert í raun að velja fyrstu myndina? Já. Það er valið fyrir þessu spurningu? Já. Ég held þarna að hún var að tala um hana ævintýramyndina sem hafa verið að koma út núna síðustu ár sem mér finnst skemmtilega. Ég man aldrei hvað það heita. Gætir ég sér að tala um það? Nei, ég var að googla þetta. Byrju hvaða ævintýramynd sem hafa komið út síðustu ári? Já, eitthvað Fantastic Beast. Já. Já, þannig sem eru svona Harry Potter dæmi. Er það ekki drasl? Nei, mér finnst það skemmtilegt. Er það? Allan fyrst, já, ég far með krökkunum á það bara... Er því svolítið krakkadótt? Samt. Fíla ég Harry Potter? Já. Já, ég las bækurnar. Allar? Já, en ég gafst upp á, held ég mynd 3 eða 4. Akkur? Ég bara, en ég er búin að horfa á það samt alla núna, af því að dóttir mín er eldri, hún er alveg búin að lesa alla bækurnar nokkru sinnum, en það var bara, þú veist, var að biðja að kannski taka ykkur aðra bækur í skólinum að lesa heldur en Harry Potter. Já, hún elskar það. Já, elskar það og þú veist, þetta er mjög oft hort á þetta heima. Já. Það er alltaf sýnt í bíór og svona allt þetta, skilur alltaf að sína Harry Potter.
En þetta ekki aðra fyrir krakka? Jú. Er það ekki? Ég myndi segja það. Ef ég myndi segja við ykkur núna bara, ég elska Harry Potter, ég dyrki þetta, horfa á þetta alltaf einu svona ári, var það ekki pínskriðu? Jú, smá. Já. Líka þá væri pottit svona gauðir sem átt svona skikju heimi hér og töfrasbrota. Og svona gleru, svona Harry Potter gleru. Og svona gerfið. Það er einhverjum menna núti sem mitt. Alveg pottit. Ég meina það til menn sem svona adult babies sem fari bleiur og... Já, það er líka til menn sem þú veist, þykist eru hundar og eiga eigendur. Það er líka til menn sem Ég var líka bara, hversu langt með þetta joke? Þú vilt ekki fyrir lengra með. Nei, ég var líka bara, þú bara stoppa þarna. Ég verð að segja því að ég hef farið til Universal Studios, garðinn. Það ekki ekki, já, þar Harry Potter svona land. Já, ég vil eitthvað, það vist voru geðveikt. Það geðveikt, en þar sér maður einmitt fullorðið fólk í búningum, alveg bara full-blown Harry Potter aðdöðandur. Finnst þú ekki að samleið með þessu fólki? Nei, mér varst þetta rosa flott og mér varst það mjög gaman að koma þarna og ég fekk mér svona bjór, hvað er þetta? Bjórin, sem þau eru alltaf að drekka með svona fróða hana. Ég er ekki það einhver drykkur sem ég smakkaði og þú veist, mér finnst þetta geggjaður kastali og þetta er ógeðslega flott gert sko. En ég er ekki að fara að vera þannig í skikki eða kaupa með töfrasprota með nafninu mína eða eitthvað sko. Þú veist, maðurinn minn kæmi inn í svefnherbergi með skikki og Harry Potter ég myndi alltaf bílast á hlátri. Já, það er ekki kveik í þér. Nei, glæta. Það er svona hverfi skikki. Þú veist, það er nóg að þú veist 4 árum yngri en ég sé ekki verið eitthvað bara, já, ok, mér frábært sér en það er bara 24 árum yngri en ég, það er bara frábært. Það vera bara krakki í einhverjum töfraskóla. Já. Ég er svolítið búin að tala Harry Potter í þessu podcasti. Að ég hef svolítið gaman að þessu. Ég er gaman að pota í þessa Harry Potter aðdæmendur. Ég þekki alveg nokkra. Sem eru að brjála þér. Nei, sem hafa, ég gerði á Instagram. Þá spyr ég, hvort er nördalara? Að vera Marvel aðdæmendi eða Harry Potter aðdæmendi? Og Harry Potter aðdæmendur sem ég þekki sem er að fylgja mér, sendi mér skilabóð. Bara það er ekkit að vera Harry Potter aðdæmendi. En það er alveg fólk á Íslandi sem er í svona klúbb sem hittist í töfrafötum. Það er Quidditch liðina. Já, einmitt. Lið? Já. Og er það ekki það? Það er ekki fullara fólk. Jú. Fullara, það verðum að tala um fullara að koma yfir 18 ára sem er eitthvað hlaupandum á priki. Já. Já, það var viðtalið í Íslandi í dag eða eitthvað? Já, ég held ég hef séð þetta. En Quidditch leikurinn í myndunum. Þá ertu fljúandi. Já, þá ertu fljúandi. Já, þau reyna það ekki, þau með eiga það. Ég held þessu, ég er ekki búin að reyna það. En ekki það, ég er ekki sett að vera töff leikur í myndunum. En aðeins svalar heldur með eitthvað kústskaft og hlaupa. Allt svalar þú flýgur. En eru þið með svona kústskaft? Já. Eða svona kúst? Það kan prika milli. Ég ekki kústskaft eða hvað. Þetta er kústur í myndunum. Ég vil taka fram, ég er ekki dæmynda fólk, bara hei, gera þessi vilju. Gera þessi vilju. Þetta er fínu sérstakt. Já, en ég minna, þú veist, það eru sumir sem hafa svona áhugamála, aðeir er bara safna frímerkjum. Já. Sem er líka skrítið sérstaklega í dag. Og mála myndir. Það er mjög skrítið. Með munnunum. Það er ekki beint hobby. Það gerir það bara því þartis. Ég mála ekki með munnum. Flotta myndir hér. Takk. Skjóta því hérna inni, þú ert að mála flotta myndir. Takk. Mjög flotta myndir. Já. Sér á Instagram og Facebook. Já, okay. Svona dráni. Hvert eru komin? Við fórum Guardians, þú varst með Apollo 13. Kottu með stíið, verði ekki að Ernu? Já, mér finnst sko, hann alltaf átti vona því að ég myndi ekki segja ekkert að þessu. Af því ég er ekki þessi típa. Þessi spurning var fyrir Ernu til þess að klikka. Ok, Erna var stíið. Og þú lætur hann að vinna. Komdu með sjómyndina. Ég er með 2 myndir, skiljum við, og hún er með einhverja... Já, þú ert alltaf með 2 og bara að meina. Já, en komdu með samt sjómyndina. Sjáum hvort þú hefði kannski unnið Ernu. Það fyrir að koma þegar hún opnar guacamole. Guacamole. Ég var bara með Captain Phillips. Hann hef ég ekki séð. Ekki heldur. Er hann til? En ég veit hvað mynd það er. Hún er mitt byggð líka á býtu og aldrei Tom Hanks mynd og Tom Hanks mynd og báðar byggðar á sannri sögu. Þetta er ekki sannri sögu. Flokkurinn, þetta er að gerast á sjó eða... Já, ég veit það, en svona skemmtileg tilviljun. Já. Þetta er báðar Tom Hanks myndir og báðar byggðar á sannri sögu. Captain Phillips, já. Það er ekki að sé að dreyma sig á hana. Mér fannst þú góð.
Ég skal horfa hana með þér. Já, hún er góð. Það er engin sem er drepin eða... Ég er ekki syndislist. Engin svona blóð og eitthvað, ekkert þannig. Býtu, það er eitthvað drepin? Jú. Sjóræningjarnir? Þeir eru skotnir eða ekki? Eru sjóræningjar í þessu? Já, en ekki Johnny Depp, Jack Sparrow sjóræningjar. Nei, það sé eitthvað plús, það sé ekki Johnny Depp. Ég er að segja, þetta er ekki með lepp og págögg og þetta er ekki þannig sjóræningjar. Nei. Þetta gerst ekki gamla daga. Alvöru sjóræningjar. Þetta er nútíma sjóræningjar. Ok, Erna-Stig, höldum áfram. Sjálfstæðsmaður. Ok, númer 5. Ég elska svona spurningar. Hver byrjar nú að Kitta? Ég. Það er þú? Ég. Já, ég var að svara núna í lokin. Hvaða kvikmyndapersóna væri þú til að vera? Easy. Baby. Dirty Dancing, baby. Ég vissi að Dirty Dancing kemur eitthvað sem fyrir. Auðvitað. Okkur vil ég vera baby? Að þið er góð að dansa. Nobody puts baby in a corner. Það gerði það ekki. Hún er með þetta á Facebookinu hjá sig líka. Nei. Er það? Shit. Ok, en fannst hún cool? Já, hún er alveg, hún var koma þessi lítil stelpa, bara svona eitthvað pappastelpa. Hún var síðan að þessu fullfasta flottur konu sem gæti dansað. Já, og reynda að loka atrið er helviti gott. Já. Þegar þau dansaði saman, Patrick Swayze og hún og hann tekur liftana. Já. Þú er ekki prófað þetta með kallinu þínum? Hann að lifta ekki en þá, en þú veist, það er alveg svona planið þegar við höldum brúðkaupið sjálft, því við erum búin að gifta okkur en við ætlum að halda brúðkaupið sinna, partíið. Hvað hann sem ég gifti þig? 10 ár síðan eða eitthvað? Nei, bara núna í febrúar. Nú, eftir lemgi? Já, takk fyrir. Geggjað. Bara heima í stofu, bara með foreldrum okkar og líka tækjar ömmu minni og börnunum. Mér verður væntanlega búið í brúðkaupið. Já. Væntanlega. Þá fæ ég að sjá okkur taka Já, þú veist. Hann smá bakveikur, ég ætla að vinna eins í því. Hann að styrkja sig, verður bara með svona bakveldi. Já, hann gæti gert það. Ég var til að sjá okkur taka þessa liftu. Var þetta ekki alveg svaka svona? Jú, þetta er náttúrulega bara geggjað. Ég kunni dansinn þegar ég var lítil. Ég og vinkona mín, við lærðum dansinn. Hún var bara svolítið erfið við það að vera, þú veist, kallinn. Ég ætla að baby. Þú varst þú baby. Heitir hún baby í myndinni? Já, Frances Houseman heitir hún. En köllu baby. Já, heitir hún Frances? Ég var að glemma því. En þetta er fræg setning, nobody puts baby in a corner. Alveg. Já, þetta er góð mynd. Takk. Ég horfði mynd á hana. Ég gerði hana. Það er kannski bara svona, þú leggst í henni. Ég horfði hana fyrir kannski bara 2 árum eða eitthvað. Hún er skemmtileg. Hún er bara góð. Geggja að dansa, geggja tónlist. En ég var að gleyma. Hún gerist hún í gamla daga. Ég var að steingleyma því. Gerist hún ekki 50-60? Já, hún er 64 minni mig. Já. Ég held að hún væri að gerist að þetta er 80s mynd. Gerist ekki hann inn í 80s. En greinlega ekki. Ok, Kitta, hvaða kvikmyndapersóna er þú til að vera? Eitthvað morðingi? Hannibal Lecter? Nei, ég valdi það því að það er bara stutt sín sá þessa mynd og ég valdi Cassandra í Promising Young Woman. Ég hef það að sjá hana. Hún á að vera mjög góð. Þetta er glæni mynd. Þetta er geðveik mynd. Ekki sé hana. Mér langar að sjá hana. Tilnefnd til veluna, þú þarft að sjá hana. Af því að þetta er ekki, já. Þetta er eitthvað svona Erin Brockovich stæmi. Nei. Er þetta ekki svona, ekki semur ómikið, en er þetta ekki revenge stæmi eitthvað? Jú. Já. Og segja, hún er deyja og segja meira. Mér langar það, en ég vil ekki skemma hana. Nei, ekki skemma hana, líka því hún er ný, hún er ekki svona árskumul sem mynd. Nei. Ég þarf að sjá hana. Hún er tilnefnd til veluna, sko, og þetta er góð mynd, sko. Já, ég er búin að heyra það og sé heldur góð. Þetta er svona mynd sem ég var að hugsa í nokkra daga eftir, sko. Ok, þannig að nú er ég ennþá spennt að sjá hana því að þegar ég á eftir að horfa hana, þá er eftir að horfa, ok, þetta er Kitta. Já. Henni langar verið þessi. Hún vil vera þessi kona. Ok, ég verð, klárlega Erna-Stig. Baby. Hún valdi baby, ég veit, þetta er kannski fyrirsjónlegt svar fyrir hana, en ég hef alltaf ekki séð hina. Já, það bitnar á mér. Það er bara, sorry, það er bara þannig. Ertu ekki yfir? Jú. Ertu með stíðin á hreinu? Já, ég Kitta er ekki að tala sín, sko. Ég bara treysta. Er ég ekki með 4? Þú með 4, já. Þú ert með 2. Er ég með 2? Er ég ekki bara með 1? Nei, þú fyrst, við fengum bara jafntefli. Já. Ok. Og velunin eru samt, bara svo þið vita, velunin er bara Doritos eða Bobsveitur.
Ég bara sáttu það. Það er ekki peningavelun. Það er ekki þannig þáttur. Nei, með mikið svona eiga bollan okkar. Nei. Ég á 4 svona. Það er limited edition. Ok, númer 6. Nú byrjar þú Kitta. Þetta er spurning sem svona sér hönnuð fyrir. Kittu. Já, ég hef reyndið að nota hann áður, en ég hugsaði mér, ég er að fá Kittu, þessi verður að vera. Tilbúin. Hvaða ógeðslega kvikmyndamorðingja væri þú alls ekki til í að hafa eftir? Hann er bara lektar. Þú myndir velja hann? Af hverju myndir velja hann? Það er hann ógeðslegur og étur mann. En hann dreipið fyrst, það ekki? Jú. Ok. Allana, þú veist, maður er dreipin fyrst í fyrstu myndinni, en svo manstu eftir í númer 2, þegar hann er að éta heilan á gaurnum, hann er að steikja hann á pönnu og gefa honum það. Hann er lifandi. Já. Það er enda rétt. Hann opnar hérna, bara lók og tekur, svo bara skýr hann heilan með hann á gaurnum. Ætli heili sig, þú veist, að það fyrsta sem hann dættu huga að vera... Að gæða sér á? Nei, hann lét hann ekki, hann borða hann sjálfan. Jú. Já. Ég veit ekki hvort hann hefur glæð. Þetta er ógæslega atriði. Við tölum þetta síðast eftir. Nei, ég hef ekki séð hann. Þannig að ég væri ekki til að hafa hann á eftir mér. Að þenni manna þetta? Já, ógæslega creepy. En heldur það sér verra að hann er bara lektor eftir þér, heldur til dæmis Freddy Krueger sem kemur þú þegar þú svoandi? Mér datt hann allan ekki í hug. Nei, en núna er ég að benda þér á hann. Myndur þú að breyta svarninu? Nei. Nei, ok. Ég ætla bara að halda mig við mitt svar. Ég bara testa. Og bara, ég meina, það er allir þessi morðingjar ógeðslegir, en mér fannst bara, mér datt hann í huga því mér finnst hann creepy. Hann bara lektor, gott pick, flottu karakter, persónulega fari í Freddy Krueger. Ég vil geta sofið. Ég vil allir geta sofið. Alltaf vill enginn hafa þetta liðu eftir sér. En þú er ekkert að þessu eitthvað aðlaðandi. Ó, ég er það þessi er pottitt pikkið mitt. En veitir hvernig ég myndi hugsta frekar? Eins og ef ég myndi hitta hann með lektor, þá ætti ég kannski smá sjens að yfirbúa hann. En ekki Freddy Krueger. Ekki ég. Nei, það eru kannski ekki margir sem þú getur yfirbúa. Nei. Ég myndi sparka. Hún er kannski smá, en hún er kná og fljót. Fæsti. Já, ekki dæma nei. Ekki dæma útlitið. Ég er ennþá að jafna mig eftir veikindi. Kannski núna væri ég svolítið svona vulnerable. Það getur hver sem er bara. Já. Harry Potter getur komað eftir þér að þú getur. Nei, ég myndi að taka hann. Já, ég held að. Gjössamlega. Takk ykkur 12 ára. Ok, Hannibal Lecter. Erna, hvaða morðingja, ógeðslega morðingja, vilt ekki á eftir? Sko, eins og segir, engan að þeim. Þú veist, en þetta er ekkert eitthvað... En það er ekki svarið. Nei, en ef ég þurft að velja, þá myndi ég segja Jason og Friday the 13th. Það er aldrei hægt að drepa þetta helviti. Sama hvað ég gert, það var aldrei hægt að drepa hann. Gott pick. Þannig að hann hefur verið nefndur áður. Á nafn. Ég verið með þessu spurningu áður. Og það var eitt sem valdi hann, Jason. Hann leikar reysa stór. Já, hann bara ekki hægt að drepa hann. Þú átt ekki séns í hann. Nei, þú vilt geta allan átt séns. En það virðist ekki vera. Með hann. Nei, nú er ég að hugsa því ég var að dæma núna. Er þetta fæst í? Kynir að opna guacamole í bókan. Nei, mér langar eiginlega ekki. Langar ekki snakk? Ok, hún fæst í að það er aðeins meiri séns, vil ég meina, þá getur yfirbúið Hannibal Lecter. Heldur Jason, ef þeim ætlum bara að koma inn. En spurningin snýrist ekkert það. Nei, ég veit það, en ég er að dæma og ég er að nota þetta til þess að dæma. Okay. Það er ekkert rétt eða rátt. Hann er dómarinn. Ég er dómarinn og ég er ræðið þessu. Ok. Er þetta ekki að rústis? Hvað var ég komið með? 1, 2, 5, 3 og ég með 2. Það var ég með 6 núna. Hún er aldrei að tala um aður. Þú fær líka Doritos-póka. Nei, ég er með 5. Þú með 5? Við erum með, já. Ég fekk 1 stig, þannig að þetta var spurning 6. Já, ég með 5. Ok, með 5 stig. Númer 7. Þú byrjar núna þetta. Já. Í hvaða bíómynda eða sjónvarpsþátta heimi væri þú til að búi? Sko, ég með langaði fyrst að segja Bold and the Beautiful. Af því mér langaði að geta sagt, mér langaði að geta farið og spurtu á hverju ánskotanum búið alltaf öll í söma húsunum og þú veist, og alltaf halda brúðkaupið í sömu 2 húsunum þegar ég var eitthvað moldrík
og okkur hætti þið ekki alltaf að vera saman og gifta ykkur og skilja og mér langaði svona að þú veist bara að geta aðeins þú veist fyrst upp í þessu og svo var ég nú beðin kannski ekki að sína fram á hvað ég væri sad En minnst þú myndi vel að búa í þessum heimi bara þess að yfirheyra fólk Já, en þá hvað ég velja mitt val var Friends bara hanga Nei, ég stóð bara að segja hvað mér langaði að velja fyrst en svo breytti ég Það má reyndar og ég ákvað að vera Friends af því að þá ertu bara eitthvað að ferða aldrei í vinnuna þá ertu bara mjög lítið í vinnunni og hann getur bara kaffhúsum í vinninum eða heima hjá vinninum og geta og gera eitthvað bull Friends Já, kannski fyrir eitthvað boring svar en þú veist Ekki bara ljóst þegar ég gef stig Ok, Friends, þú vilt vera með vinunum djóka, hafa gaman drekka kaffi, vera á Central Park alveg saman bara eitthvað starf Svo hvað ég var góður að mynda nafni En þú veist, hugsaði bara eitthvað Joey sem vin sem alltaf eitthvað Hver er uppáhalds Friends karakterið? Einhver sagði mér eitthvað tíman að ég væri eins og Monica sem ég ekki sammála einhvern veginn, en þú veist, ég svo hugsaði ég samt að ég leiti ekki neitt annan Ég að hlæja ekstra mikið núna af því ég var bara svona, já, ég get séð Hún er alveg skemmtileg Já, en þú veist, hún getur líka verið hundleðileg Það? Já, en hérna ég ætla að sé ekki upp á svenskkartum, ég ætla að sé ekki Joey hann er eitthvað svo innlega og mikið krút Já, einfaldur líka Já Svolítið svona einfaldur Svolítið gaman að sé einfalda fólki Ok Ég hef ekki séð Friends nema bara ekki neitt? Já, ég er búin að sjá einn og einn þátt svona stangli en uppáhaldið mitt er Chandler alveg Já, hann er svona kaldæðin og hann er fyndin og vitti og svona Já. Ok, hún valdi Friends heiminn Er þetta bara chilla og djóka og eitthvað? Drekka kaffi Þú var að bæta því við Ok, hvað valdið þú? Fyrsta sem ég datt í hug ok, ekki fyrsta, en eitt af því sem ég datt í hug var Whoville sem í Grinch Vá, ég var bara að byrja hvað það er Já Það er, þú veist, ég er rosa mikið jólabarn eða var það En er þetta ekki einum á svona sigursætur heimur eitthvað? Jú, en Fengur ekki leið á hann? Það er alltaf eins og allir séu með hérna nikotínbúða hérna uppi Já, En ég fór samt frá því og ég valdi hérna Desperate Housewives Já Ég var til að vera það var það komin í götu það er svona morð og eitthvað Já, það er eitthvað svona mystery, það er drama og geðvegt falleg hérna hús og allar konurnar rosalega fallegar og flottar og þetta er bara svona allt fólki fallegt Já, ég var líka bara að kalla það Þetta er enda mjög gott pikk Þetta er gott pikk Erna er pínu svona ég hefði kannski Þetta væri spennandi heimur finnst mér Þetta var klálega að geta stig Það er bara klálega ég get ekki valið Friends Nei, ég vissi það svo sem alveg Ég vissi að þetta er boring svar Þegar langar bara að drekka kaffi Hún vil að reyna að leysa ykkur mormál er ekki að tala það? Jú Ég hef verið með svona spurningu ára menn hafa verið að segja hérna Star Wars heiminn og vera smiklar borðið ykkur í gameskipi og gera eitthvað spennandi Nei Þú vilt hérna bara drekka kaffi Þú vilt hérna gera það núna Já, en það finnst mér þetta geggjað En sjáu þið samt fyrir ykkur að búa með svona mörgu fólki og það sé alltaf gaman En það er ekki alltaf gaman hjá þeim En þú veist, þetta er alltaf svona samt rosa farsælt í rauninni Já, nei, ég er ekki geðveikur Ég er geðveik líka. Ég get ekki búið með... Ég er bara svo mikið people's person, skilurðu. Greinilega. Ég held að kaffið var að tala sterkar til en heldur en kartinir. Ég er bara svona heimir það sem að, þú veist. Það sem allir drekka kaffi. Já, þú veist ekki að drífa að koma krökkunum í listskólan á þessum tíma og eitthvað og sækja þau á þessum tíma og eitthvað svona. Það var bara eitthvað, þau eru bara eitthvað aðna. Þú vildir henni bara vera ballus. Það sem þú ætti að segja þetta? Nei. Ok, Kitta klárlega stíð. Desperate Housewives voru líka mjög skemmtileg þetta. Að ég var aldrei mikið svona Friends. Ég var meiri Seinfeld-maður. Já, það enda var líka gott. Ef þú sagt það? Það er alltaf leið. Já, nóg að stíða. Þú náður að stela stíðinu. Nei, þú ert með gott pikk. Ok, hvað byrjar núna? Það er Kitta. Já. Númer 8. Já. Hvaða bíómynd, ég er mjög spenntur að segja. Hvaða bíómynd finnst þér vera fullkomin fyrir fyrsta date? Sko.
Ég sagði Human Centipede sem er djók af því að það var eiginlega það var fyrsta skipti sem ég og Maggi fórum í bíó þá fór hann með mér á Human Centipede 2 en þetta var ekkert rosalega eitthvað rómans í þessari mynd en ég sko að því að svona miða við það sem okkur finnst gaman að horfa á saman, tökum svona jólin og svona þá valdi ég Lethal Weapon myndina. Fyrstu? Já, bara myndirnar. Já, þú valdi bara það seríuna? Já. Sem datemynd? Já, sem að hendar mér, skilju. Þetta er eitthvað svona sem að... Hasamynd? Já. Ok. Þú ert ekki fyrir þetta... Ég bara að tjekka hvort þið myndu velja eitthvað svona ást og dót. Ég held að það sem við Já, örugglega. En þú veist, ég bara... Við horfum aldrei á svona myndir. Ég horfi rosa sjaldan á svona myndir og ég bara verið að sanga sjálfur mér. Lethal Weapon. Die Hard myndirnar eða Lethal Weapon. Það er eitthvað sem við myndum velja á date night, sko. Þú kemur óvart það. Ég er ekkert að segja að búist því að þú báðar velja notebook eða eitthvað, en þú kemur samt óvart. Það var nóg fyrir mig að sjá notebook einu sinni. Ok. En sko, þú veist, þetta er rosa falli mynd. En þið finnst ekkert vera svona date mynd? Nei, þetta er bara svo... Þú veist, svona átakanlega sögur er ekkert alveg... Það er ekki að kveiki í þér? Þú ert ekki bara að horfa með Sisters Keeper, skilur við horfum á hana við Erndís saman. Ekki segja frá þessu. Jú, segja frá þessu. Ekki segja frá þessu. Það er aldrei hægt að snúa sér við jákvæmt. Veistu hvað álfabikar heitir á ensku? Nei. Keeper. Ég held ég búin að fatta. Já, þannig að við ætlum ekki að fara lengra með þetta því að það er mjög pólitískt rangt. Ekki bara kemur, þú veist, aldrei vel út fyrir okkur. Nei. Þannig að við skulum ekki fara lengra með þetta, en ég skil það. Getur sagt þér þetta offer. Ok, þau eru búin að taka upp, klára þessu sögu. Ok, hún er með Lethal Weapon. Hvaða date mynd erst þú með? Þú heldur sér með eitthvað svona... Ég vissi fyrirfram að þið er ekkert með svipaðan smekk. Nei. Hún er kannski meira svona dark og morð og eitthvað svona. En ég er ekkert að segja það að þú sett bara einhver svona grenju mynda eitthvað. Takk. Sko, ég valdi sem góða datemynd, fyrsta datemynd. Þá valdi ég Napoleon Dynamite. Áhört val. Hún er fyndin. Hún er fyndin og þú þarft alveg sérstakann húma til þess að fíla hana. Já. Og þú ert svolítið þá sérðu líka svolítið með hverjum þú ert hana. Og svo er þetta alltaf lægast. Þú ert að vera að kelað eitthvað, þá er alltaf að þú missir kannski aðeins úr henni. En góða punktur hér er að svona geitja húmórn hjá viðkomandi. Veistu svolítið hvað þú ert með hana? Þannig að þú ert að deiti, þér veist þú mjög fyndin og gæðin sem með þér, hann er bara hlæri ekki neitt þá ertu bara ok, þetta er síðasta deiti. Nei, en þú myndir kannski gefa henni sjans og taka kannski þá þessi dancing strax og eftir. Það er ekkert fyndið í henni. Nei, en þú sjá svo hvort hann sé stick around, skilur ég. Já. En þá verður aðeins að spura hvort því að hlæja, sambönd og hlæja. Verður að vera. Skiptir ógeðslega mikið. Verður að vera. Það verður að vera gaman. Já, það bara er... Ertu ekki sammála? Ég er 100% sammála. Að ég og kærasti minn, við hlæjum mig mikið og mér finnst hún mjög fyndin og við erum alltaf að gera eitthvað kjafta og segja eitthvað kjafta. Hlæjum mig mikið. Þá ég fór að hugsa þetta bara daginn. Ef við myndum aldrei hlæja saman, það er þetta ekki bara helvíti. Leiðilegt. Búin að mannesku og... Jú, ef ég væri að horfa svona myndi svona Napoleon Dynamite og manneskjan myndi ekki hlæja, það væri alveg stórt spurningamerki þar. Ég væri alveg bara svona... Þetta er fyndið. Ef hann væri bara með... væri bara eitthvað svona... Hann myndi ekki brosið. Kannski farin í síman og væri bara eitthvað svona... Það væri alveg... Ok, góð. Það geta ekki hlegið af hversu fáránleg hún er. Já. Þú veist, ég hlæri ekki aðriðinu þar sem að kasta steikin í hann sem að kemur hjólandi framhjá. Ég sá hana fyrir 20 ára. Hún er mjög fyndið. Íta fútina. Þú veist, ég bara... Ég man þetta einu þeirri mynd, var það ekki... Saminaði hann ekki eitthvað teikningu, hann saminaði tíkistýr úr ljón og þá hann kallaði það Liger. Það er til. Er það ekki... Já, Liger er til, en var það ekki í þessari mynd? Er ég að rugla? Ég sé ekki hann teiknaði mynd af stelpun sem var skotin í og alltaf var að bjóða eitthvað date og sendin var ógeðsleg mynd stelpan bara Ok, Napoleon Dynamite. Já. Og Lethal Weapon. Erna Stig.
Sorry, Kitta. Alltaf leið. Ekki að því að mér finnst Napoleon Dynamite betri en Lethal Weapon. Nei. Af því að hún komur svo góðan punkt að hún getur þá svona tjekkað á hvernig er húmórinn. Það var góð punktur. Ok. Opna símann hérna. Erna, þú byrjar núna. Númer 9. Hvaða teiknimynd væri þú helst til að horfa aldrei aftur á? Af því þið er börn. Og ég hugsaði með, þær eru pottið búin að horfa á eitthvað teiknimynd. Milljón sinnum. Já, við erum svo að tala svona bíóteiknimynd, ekki? Þú veist, kvikmynd, bíó. Já. Er það eitthvað þætti? Þetta er nóg af þeim. En það er ein mynd sem ég til að sjá aldrei aftur. Frozen? Nei. Skopp og skrýtli bíómyndin. Oh my god, er Lucy í henni? En Lucy er ekki lengur í ruslatunnu. En af hverju? En er það teiknimynd? Nei. Þá myndi ég... Sjálfkrafa feil. Já, það er þetta rétt. Kitta, stig, nema þú komið líka með leiknamynd. Nei, ég er ekki með leiknamynd. Ok, þetta var smá klúður. Þetta varst þú að först í barnamynd. Ég er bara að hugsa það sem ég finnst fokkin leiðilegt. Af því sem barnamynd er að horfa á. En það var ekki spurningin. Nei, ég veit, en ég hugsaði bara, hvað, þú veist, að því allar þessar Disney-myndi getur alveg svo sem hort á, þú veist. Þú getur svo Dóra. Já, það er ekki teikn, það er ekki, þú veist, bíómynd. Nei. Shit, hvað það er leiðilegt. Já, ertu að grínast. Það er þættir. Já. Skopp og skrýtla, ok, þú ætlar að velja það mynd, en þú valdi það mynd. Já, en þú veist, er ekki bara, ég er átt, skilur strax, að því að þú ert átt. Heyrðu, þú er ekki að vorkina mér hérna, sko. Nei, hann var að segja Heldur þú að ég sé að fara að gefa þér pitti stig? Nei. Nei, ég er ruthless í þessum leikjörna. Af því ég hugsaði, akkur sagði ég ekki hérna. En hún valdi ekki svona teiknimynd, Kitta. Ég get ekki gefið henni stig. Ég er hneyksluð, ég er alveg í sjokk. Ég ætla ekki að segja hata, en þér mislíkar þessi mynd að þú er búin að sjá hann svo oft. Var þetta rétt hjá mig? Já, og ég er búin að hlusta á þessu lög svo alltof oft. En Lucy er sem sagt, þú ert eftir að kynast þessu öllu þegar barnið. Nei, ég ætla bara að sína hann eitthvað cool. Já, þig langar það. Það er alltaf svona geggja, þú veist, drauma hugsun, þú ert eitthvað svona, barnið mitt, menn bara, ég ætla aldrei að vera með Dóru í gangi heima hjá mér. Nei, það gerist. Barnið sem ættir henni að vera löngu búið að tilkynna barnahendanendur, hún er alltaf eitthvað einu vaframdu með apa. Já, og þú veist, hvað er hún að gera? Hún er eitthvað háska og það er eitthvað refur alltaf eftir henni. Og af hverju er taskan með svona ógeðsla rödd? Taska. Og tala allir í þessu. Og svo alltaf þegar búið að velja eitthvað, það er alltaf bara að velja eitthvað töskur, það er alltaf, delicious. Já, svo tala það svona ensku. Svo talaði ensku eins og börn þurfu eitthvað að heyra meira ensku. Ha? Já. Er þetta ekki á íslensku? Nei. Backpack. Kemur svona inn á milli. Ætti ég að velja the yellow road eða the red road. Og það er gæðið ykkur hreimur hérna. My baby, my baby. My baby. Ok, haldið þið virkilega að strákum eins og að frála þetta? Já. Nei. Og býttu þannig að fara að kveikja Söngvaborg. Svo fyrst verður það sko stubbarnir. Það er náttúrulega út af fyrir sig eitthvað. Þeir verða ekki spilar á mínu heimili. Jú, þeir út af hann þreyttur og þú ert að setja hann í svona ömmustól fyrir fram að sjónvarpið bara til þess að geta aðeins anda. Þá verður, hann dáleiðist að stubpunum. Svo þetta er að heyra. Og hann er heilatvegin. Svo þetta er að heyra. Kókomelon! En það stubbarnir? Stubbaknú. Það er allt tvísvar. Já, Kókomelon eru svona teiknumyndadæmi á YouTube sem bara, en þetta er mjög gott að láta barnið setjast við. Ef barnið mitt heyrir einhver staðar í húsinu Kókomelon, þá er hún komin bara, kókain þú veist ykkur við, þetta er bara þannig. Ok, ég er nefnilega daginn, því að hann er alltaf ekki að horfa sjónvarp í dag, hann er svo ungur. Nei, ég held eitthvað, við höfum að horfa sjónvarp ég og kerstan, ég held eitthvað svona á honum og hann snýri fram og þetta er svo fyndið, hann alveg bara já, allar hreyfingar já, ég veit að það var ykkur litir eða eitthvað hann var bara svona frosinn og mér fannst þetta svo fyndið ég var ekkert lengi að lega um að horfa sjónvarpið víst fljótt, kveikt á Star Wars skiljum hann nefnd eftir en ég hugsaði með mér vá, þetta er greinilega sonur minn en þú verður að byrja á stubunum en geti ekki bara verið sniður og byrjað á strax einhver cool jú, en sko máli er að þú getur byrjað á því en það er hvað grípuð þau já, stubbarnir grípa já, og það er eitthvað fáránlegt sem gerist í stubbanum þar sem börn eru bara og foreldrar eru hér já þetta verður thumbnailið já ok, að ég sé aðeins á stubbanum
og mér langar helst ekki til að sjá meira. En þú ert ekkert að fara að horfa á Nei, Er það sérst að segja mig það að þetta er óumflýjanlegt að ég þarf að horfa á Dóru, Stubbana, Söngaborgina, Skopp og Skrýtlu? Já. Og þetta er ekki því að þú ert eitthvað bara svona, já, herri, mér langar að gera þetta og láta kynnuna fyrir þessu. Þetta er bara, þú veist. Þú eru hann stressaður. Já. Já, þetta stressa þig. Guð minn góður, Guð hjálpi þér. Þetta er nefnilega stressa. Já, þú veist, með það sem er í framtíðinu að koma. Af því ég verð, ok. En börn eru yndislega og þetta er að besta sem getur komið fyrir mann. Af því ég er náttúrulega langt sín ákvað það, alveg saman hvað hann vil gera, bara ég ætla að styðja hann í því 100%. En ég verði svona pínu leiður ef hún veist bíómyndir leiðilegar. Skilji. Núna er þið að segja, Hafsteinn, þú þarf ekki að ágjöra þessu. Þú getur örugglega alveg látið hann fíla bíómyndir. Já. Byrja nógu snemma. Það flestir fíla einhvers konar bíómyndir. En það tekur kannski smá tíma að næra að fara kannski gegnum heila bíómynd. Ég veit ekki hversu oft ég er búin að horfa byrjunin á Frozen. Þú veist. Já, ég skilji. En þú getur ekki byrja á heilli bíómynd, ég myndi byrja á Stubbanum. En er það bara eitthvað svona tíminu þættir eða eitthvað? Já, það eru stuttir. Svo svona leiknir. Svo inni kemur þetta eitthvað svona, þú veist, einhverju krakkar í Bretlandi að vekja eitthvað gamlan kall, eitthvað staður, þau eru í listskóla og svo alltaf einhver gamalt kall sofandi, þau eru bara eitthvað, wake up, wake up, wake up, og svo kemur eitthvað lag að wake up og þú veist. Þetta virkar svo mikið bull. Þetta er bull. Ok. Það er einn eftirminnilegur, þá voru þau, hún ætlar að fara út að leika sér. Hún er í rauðum stígvélum, stígvél. Maður er alveg bara svona í alvörunni. Þetta er svo leiðilegt. Þarf maður ekki að vera á ykkur bara til þess að fylgja það? Ég eða bara unga barn. Pingu lítið barn. Já, ég hugsi bara bannanum að horfa á sjónvarp bara alveg, þóngtun orðin, það gaf maður ekki sýnt um eitthvað gott stöf. En það eru sálfræðingar sem líka vel með það. Það er líka rosa gott eiginlega að hafa stundum. Smá svona. Mamma allir í pásu. Pappa allir að fá pásu. Hérna er sjónvarpið. Þú ert bara náttúrulega 3 mánuðir, þú veist, þú ert ekki alveg... Ég veit það, ég var það að gefa strax upp bara og hérna horfa á Stubbana. Já. Ok. Settu bara á svona headphone. Hvað valdið þú? Heyrðu, ég hef náttúrulega séð svolítið af teiknumyndum í gegnum tíðina. Og þær eru, þú veist, þessar Disneymyndir eru mjög skemmtilegar. Já. Og mér finnst til dæmis Madagaskar ógeðslega skemmtileg. En það var mynd sem að ég bara svona, þetta er svo tilgangslaust og leiðilegt. Það var hérna Cars. Já, það er reyndar fáránlegt. Ég er alveg bara akkur var þetta ekki stoppað í framleiðslu? Gott pick. Talandi bílar. Og þetta er svo leiðileg mynd. Þetta er hundleiðileg mynd. Ógeðslega leiðileg. Já. Svo Tommi Tóvagn. Tóvagn, já. Þetta er bara... Ertu með íslenska heiti yfir eitthvað bíl í myndina? Nei, Tommi Tóvagn er bresk lest. Sem er lifandi. Er það þannig Thomas the Tank Engine? Tommi Tóvagn. Já, ég þekkt ekki íslenska heitið. Ok, Cars, þetta er gott pick. Já. Hún er drast. Hún er hundleiðileg. Ok. Segðu það bara. Kitta, stig, er þið með stigin? Ég er því náttúrulega mjög vonsvikinn að ég fengi ekki stig þegar hún er ekki eins og með. 6-3. 6-3? Ok. Þannig að hún á í rauningan séns. Nei. Bara eins og spurning hættir. Ok, nummer 10. Ég er svo leiður að reikna. Ef þú verið leikstjóri, Kitta byrjana, ef þú verið leikstjóri, hvað bíómynd hefði þú verið til að hafa gert? Bara geða svona stolt, ég bjóð til þessa bíómynd. 1917. Er það? Já. Já, þér fannst það svona góð? Mér fannst það geðveik. Mér fannst það leiðileg. En ég ætla ekki að fara út í að ég búin að tala svo mikið um hann í podcastinu. Ertu ekki að grínast? Ég held að hans ekki að djóka. Hefur þú séð þessa mynd? Nei. Ég er búin að horfa á hana 2 svar. Erna, þú ert ekki að missa miklu. Ég er hneyksluð. Býtu, varst þú að dæma mig fyrirfram? Þú hugsaði mér, Hafsteinn er strákur, hann fílar byssur, þá fílar hann 1917. Varst þú að setja mig í eitthvað svona kassa? Já, bara hlutgera þið sem kallmann. Hlutgera mig. Nei, ég bara... Mér finnst það leiðileg. Já, mér finnst það mjög... Ég viltu segja það oftar. Ég bara, allir sem eru sammála mér, unlikeði... Ekki fylgja bíóblæri, hætti að hlusta á podcasti. Ég er að djóka. Nei, ég er bara hissa því að mér finnst þetta geggjumynd. Geðveikt flott. Ok, ég nenni ekki að eyða 40 myndum í að útskýra. Nei, en ég ætla samt að fá að útskýra. Ég horfði líka á hvernig svona behind the scenes, eins og hvernig voru að taka þetta á svo. Það er allt geðveikt í þessar mynd. Kveikmynd að taka hann og öll svona tækni með hann geðveik. En ég þarf persónur. Og það er engin persónusköpur í þessu. Ég var alveg, einhverju gaurar ég var að pæla í Forrest Gump,
Þá að tala saman. En, þú veist... Þá átt séns. Já. En þetta verður létt fyrir þér, sko. Ég veit það ekki, ég meina, þú veist, ég valdi Kill Bill af því að ég hugsaði mér Quentin Tarantino mynd, það eru bara svo klikkaðar og það er alltaf eitthvað tvist í lokin og það er bara svo mikið rugl sem fer í gang þegar Quentin Tarantino gerir myndir. Já. Þannig að Gott pick. Já, ég hugsaði mér það var annarkvort Kill Bill eða Django. En þú hefur rústað... Hefur þú séð þessar myndir? Já. Ég er ekki viss. Ég held að hafa svindlað. Þú ert búin að lesa Hafstein. Nei, ég hugsaði bara Django, ég hef búin að sjá Django nokkur sinnum. Ég vissi nefnilega ekki að ég ætti að þóknast þér með svörunum mínum. Nei. Ef ég hefði vitað það, já, ég veit það. Þá hefði ég valið eitthvað annað. En þá hefði þetta ekki verið skemmtilegt. Já, en þetta er bara, núna er þetta bara svona... Ég vissi ekkert náttúrulega. Ég er Já, Erna var búin að tala saman. Þú þekkir hann betur en ég, sko. Hann sagði það. Já, ef ég hefði vitað að ég var að þóknast þér, þá hefði ég svarað þessu þannig, skilur. Já, en það er ekki skemmtilegt. En hún tekur þetta á kassan. Já. Hún fær líka í svona sárabætur, þá fær hún Doritos eftir. Popsmell. Ég held ég jafnum alveg, sko. Ég hugsaði líka, samt að gefa þér eitthvað svona velun. Nei, ekki. Kill Bill, klárlega vinnur, geggjumynd. En ég myndi vel að Kill Bill 1, sko. Geggjumynd. Ég er búin að segja það báða að geta. Er það? Ok, þannig að þú rústaði þessu, er það? Hún rústaði þessu til hamingi með sigurinn. Sem kemur á óvart. Mér líka. Af því ég er ekki mikil bíómanniska. Ég held að þetta er, já, það kemur mér á óvart líka. Af því að hún líka sett alls smá pælingu í alls svörin. Hver? Hún Erna. Þetta grínast, hún svaraði þessi gær. Ég er svo löngu búin að svara mínu, sko. Já, ég er ekki að segja að þú er ekki gert það, en ég reiknaði með því að þú myndi gera það. Ég reiknaði ekki með því að Erna myndi gera það. Hún gerði það ekki. Jú, reyndar gerði ég það. Jú, hún er búin að hugsa. Já, ég kom að útskýringu öllu. Það skiptir einhver máli hvenær hún valdi. Hún með pælingar. Þú sagði gafst þér tíma. Þú sagði það. Ég gaf mig tíma í gærkvöldi. Já, fyrir maður ríðast þetta í lokin. Herru, ég er bara þakka kærlega fyrir að koma aftur. Takk sem er leiðis fyrir að fá okkur. Takk fyrir. Þetta var ógeðslega skemmtilegt. Og þú ert ekkert að skamma sem getur frá að tapa. Mér er dörrull. En þið fáið samt Doritos og Popsmell í svona sem kveðjugjöf, ekki sárabæti kveðjugjöf. Þetta aldrei hitt okkur aftur. Jú. Verði ekki að gera það. Þið komið aftur, það var ógeðslega gaman. Þú ætla að koma aftur þegar þú byrjar á stupanu. Já, ég ætla líka næst þegar þú læt mér svara svona spurningum. Þá ætla bara að velja myndir sem ég fíla. Já. Ég er búin að vera að fylgjast með þér, ég veit. En samt þess, ég veit ekkert hvað hann fílar. Ég er bara ekkert sammála með þessu útkomu á þessu kvissum sem hann er með. Akkur var ekki The Mermaid herra upp í þessu teiknimynda. Ég valdi ekki hver vann. Nei, þú velur, þú veist, myndirnar. Já. Býtu, hvað var það? Var það einhver teiknimynda? The Mermaid? Little Mermaid? Var hún í fyrsta sæti? Nei, Lion King vann. Það reyndar fárlega góð mynd. Ég vil líka ef hver vissi ekki, ég vissi að bara, ég hugsaði mér, þetta er kannski pointless saman að keppna, því að Lion King var rúst þessu. Og Lion King vann. En, já. Hvað? Ekki bara enda því? Lion King vann. Lion King góð. Erna vann og Lion King vann. Takk fyrir að koma. Takk fyrir okkur.